sæl og verið velkomin að þætti númer 270, ég ætla bara að giska 275. 274, næstu því. Ekki langt frá því, af Chess After Dark. Það eru Birkir Karl og Leifur sem að heilsa ykkur að þessu sinni. Já, komin aftur í stúdíóið góða. Sem áður, en áður við komum að þættinum sem að verður, held ég, hrikalega skemmtilegur. Það er margt sem við ætlum að fara yfir í kvöld. Já, við erum aðeins búin að vera hraunuð þennan mann í undanförnum þáttum, þannig að kannski fínt að fá bara mannin í viðtal. Já, það er búið að anda köldu. En við erum einmitt með kalda. Já. Sko, það er búið að ganga frá sölu á Bjórböðunum, stóra fréttir. Herru, wow, ok. Og nýjir eigendur teknir við þar, taka við góðu búi. Já, wow. Brugsmenn Kaldi óskar nýjum eigendum til hamingju með það og hlakka til að fylgjast með áframhaldandi þróun. En þeir eru þetta ennþá að brugga besta bjórinn. En að minnstakosti norðan heiða og líklega þó við að vera að leita. Heldur að þeir að hugsa bara, eigum við ekki bara að gera sem við erum bestir í? Brugga bjór. Jú, consolidated. Gullið sem námað er á Áskósandi. En við skulum vinda okkur að þættinum. Gestur okkar í kvöld er Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH. Davíð lagði skóna á hilluna árið 2019 eftir magnaðan feril með FH. Hann lék sömuleiðis 9 A-landsliðsleiki á ferlinum. Þá var hann 7 sinnum Íslandsmeistari með FH en liðið á 8 titla í sögunni. Já. Davíð á sömuleiðis 1 bikarmeistaratitil og var í 6 ár í atvinnumennsku. En nú eins og áður sagði yfirmaður knattspyrnumála hjá FH. Vertu hjartanlega velkominn. Takk fyrir það. Gaman að fá þig. Já, gaman að fá að koma. Já, það er náttúrulega búið að vera við erum mikið með að tala um þessi þetta en það er fínt að fá þig. Hvernig liggur á Davíð Þór Viðarssyni? Bara mjög vel, sko. Já. Bara styttist til jóla og nóg að gera hvort sem að það er í vinnunni eða utan vinnunar. Já, sko maður langar að plugga aðeins bara strax þegar ég er með fárveikan padelsjúkling það hliðin á mér. Tvo líklega? Já. Hvert að ég leita ef ég er að leita padelspaðalegur? Er þetta frábært? Ekki fyrir mig, spyrir Davíð, hann er hérna viðmælandi þáttarins. Já. Já, ég myndi alltaf kíkja í golfbúðina á Bæjarhrauni. Já. Það er það er góð búð. Það er frábær búð og þó svo að nafnið kannski berið ekki með sér að þá eru til padelvöru þar bæði spaðar, föt, boltar og aukalutir. Það er sem sagt búð sem að kona mín, Sigríður Erla og Katrín Ómarsdóttir fyrir landsliðskona í fótbolta eru með og er að sjálfsög líka með golfurur. Þannig að það er bara að gera að kíkja í Bæjarhraunni. Ég hef alltaf verið mikill RS padelmaður. Eru þið með RS eða? Það er okkar signature brand. Það er þetta geðveikt. Þannig að þetta eru mjög, þessar RS Sport vörur þetta eru mjög góðir padelspaðar og boltarnir. Er mjög gott orð af þeim. Bæði padelboltanum og tennisboltanum, þannig að ég held að enginn verið svikinn að því að næla sér í eitt góðan padelspaða frá okkur fyrir jólinn, sko. Já, góð jólagjöf. Sko, það er mikilvægt að vera með góðan spaða líka. Já, ég ætla að spyrja þetta því. Hvað uppar að gefa mig mikið að vera með góðan spaða? Það skiptir alveg máli, sko. 10-20%? Já, sko, það er, ég man bara þegar ég var að byrja í padel. Bara lánað eða eitthvað? Sko, þetta er sönsa og ég var að mæta eitthvað í smáþjálfun og eitthvað með fleirum og þetta stemning og tónlist og eitthvað. Eftir tíman tekur Lúis padelþjálfarinn minn til hliðar og segir Leifur, hver er munurinn á þér á öllum hérna? Og ég bara, ég er kannski lélugur að smassa og ég hitt hann ekkert alltaf á eitthvað. Hann bara, nei. Þú ert eini maðurinn hérna með lánspa. Það gengur ekki, sko. Amateur hour. Það er svakalega munur og maður fann það alveg sjálfur að ég var einmitt í sama pakka að maður var alltaf bara að fá lánaðan spaða þarna sem að Já, bara frábært að geta fengið lánaðan spaða, það er ekki það, þeir voru ekkert sérstakir og svo þegar maður fjárfesti í alveg spaða, hvað það skiptir miklu máli, sko. Þó svo að, þú veist, auðvitað þurfa að gæðin að fylgja. Já, þetta er bara eins og með fótboltann, það er ekkert nóg að fara bara í flott að taka, sko, þú veist alltaf, þurfa einhver gæð að fylgja, en þegar þau eru komin þá skipta svona hlutir máli í þessu. Hárrétt, kíkja í golfbúðina. Já. En það er nú ekki eina sem við ætlum að ræða í kvöld því að Davíð, við sendum því heim klifjaðan. Já. Við erum með happatreyjum sem eru auðvitað tilvalin harður pakki. Já, wow. Fyrir hátíðarnar. Já. Og að sjálfsögðu kassa jólakalda sem að Davíð fær að taka með heim. Já, en kannski vindum okkur bara í þetta. Ef við ekki bara opna þetta hérna í beinni. Já, gera það. Leyfa gesturum að byrja. Já. Ég byrja, já. Eftir hverju vonastu? Gestaþraut. Þetta eru bara treyjur úr ensku deildurum. Bara treyjur úr ensku deildurum. Já, okay. Premier League, Championship League 1 og 2. Ég væri til í, er þetta bara aðalbúningar eða? Nei, þetta er líka bara treyjur. Ég væri eiginlega mest til í að fá
ég ætla að taka eitthvað næri til dæli. Það er ekki gaman að opna þetta, sko. Þetta er alveg smá tricks. Já, ég bara Ekki að náði þetta, sko. Það er þetta undirbúið betur, sko. Það er einhver rönd hérna sem við getum... Þetta er að gerast nú. Já. Ég er að vonast til að fá Middlesbrough-treyna. Já. Opna þetta fyrir mig, Leifur. Þú má mikið kalda þetta. Spenna magnast. Hvað erum við að gera? Hún er svört. Já, þetta er eitthvað Puma-treyja. Ok. Takið þennan í mynd. Nei, heyrðu, þessi er reyndar geðveik. Hvað erum við að vinna með? Port Vale. Nei. All right. Ég þarf eiginlega bara... Ég sé þetta. Þetta er gott. Býta þessi geðvik. Að kragi. Ég er alltaf hrifinn af góðum krag. Já, þetta er geggjaða búningur. Já. Þessi, þú getur notað hann í patilið, Davíð. Vá, þessi er geðvik. Jú, þennan geti, þetta er reynda náttúrulega Puma, ég þyrfti náttúrulega að vera í RS helst. Það er rétt. Þetta er... Ég bara, takk kærlega fyrir þetta. Já, gjör það svo vel. Hvað er ánægð? Takk Hapatrif. Já, takk Hapatrif. Þetta hins vegar, það vil svo til að ég er jafn heppin og þú. Hvað er þetta portveil líka? Já, ok. Flott treyjaleg. Já, takk. Já, við getum þá skráð okkur yktum saman í mót og verið eins treyjum. Í liðsbúning, portveil. Já, ég er allavega ekki með sömu því. Ég rótir aðeins, sko. Ég er með hérna... Þessi er góð. Þetta er Portsmouth. Hvað stendur fram með oss? Þetta er svo mikið sem... Ég er líka umbúðakall. Mér finnst gaman að opna umbúður, sko. Já, West Brom Albion. Geðveik treyja. Já, þetta er geðveikt. Þessi er lagleg. Þetta er líka gott efni. Gul, já. Þetta er mjög flott. Þessi verður flott á kannari. En við skulum vinda okkur að þættinum sjálfum. Já. Takk Hapatrif. Nú fyrir við að tala um portveil. Já. Fyrst það var það sem kom upp úr kassanum. Já. Sko, mér langaði bara að byrja östnögt, Davíð Þór, því þú er nú íþróttamaður. Mikill. Hver verður íþróttamaður ársins? Já, settur á punktinn hana. Já, ég, mér finnst mjög erfitt að spá til um það því að það er kannski enginn sem kemur eitthvað mjög fljótt upp í hugan. En svona kannski stærsti einstaki árangurinn eða svona frammistaðan var kannski Gísli Þorgeir. Unnur ekki meistaradeildinni í handboltanum? Jú, og hann MVP. Já. Og hann var enda líka í liði... Út með þetta allt. Hann var liði deildarinnar, nei, bara liði ársins. Já, ég meina, já, þannig ég ætla að segja að Gísli Þorgeir enda... Felló. Já, bara F-fangur. Já, já. Þannig að ég vona að hann vinni þetta. Já, sammála því. Já, ef það var eitthvað ár það sem á handboltamaður vinnur þetta, þá er það kannski núna. Ég vil kannski gefi Albert Guðmund sjátt, hann er búin að vera annars mjög góður fyrir helming ársins með Fiorentina og þess vegna sóttuður hann, en auðvitað búið að brekka núna þetta tímabil, þannig að hann kannski tekur þetta ekki ár. Annars sjátt sem ég langar að gefa er Hákon Arnar Haraldsson, hann er búin að vera frábær í lykilmaður. Ég er dálítið hrifinn að skoða bankabókina hjá þessum mönnum, sko, frekar en hvaða sportið er að spila, og getur við bara að tala um Vigni Vatnar skákmann líka, sko. En nei, Gísli Þorgeir á þetta skilið, þannig að verður ekki að vona að hann taki þetta. Jú, mér heyrist það, en við skulum vinda okkur í tímabilið í ár hjá FH. Í bóði Volt. Ég ætla að koma inn á Volt á eftir þegar við tókum smá Hapatrif snúning á þessu öllu saman. Já. Ef við förum við þá leikmenn sem við sóttu fyrir tímabilið og mistuð. Komnir. Rósenorn í markið, Amat Faka í hafsend, Bragi Karl Bjarkarsson, Birki Valur, bakururinn Knái, Einar Karl, Dagurður Fjellsteð og Tómas Orri. Farnir Logi Hrafni í atvinnumennsku, Ólafur Guðmunds í atvinnumennsku, Sindri Kristín Keflavík, Vúki Fram, Arnór Borg í Vestra og Finnur Orri hættur. Voruð þið ánægðir með hópinn sem þið fóruð inn með í þetta tímabil? Já, við vorum það. Við náttúrulega fengum Amat mjög stuttu fyrir mót og það var mjög mikilvægt fyrir okkur. En ég held að ég get alveg sagt það, já, við höfum alveg verið nokkuð ánægðir með hópinn sem fór inn í mótið. Þetta byrjuðum við ekki vel. En mér fannst við að langmestu leyti ná að replacea þá leikmenn sem fóru frá okkur, og í mjög mörgum tilfellum fannst mér við ná í öflugri leikmenn en þá sem fóru.
Klárt mál og bara gott, bara góð sæning sjá og tímabili gott ef við byrjum bara að byrjun á tímabili, hver voru svona markmiðin þegar þið settust niður bæðið þú með Heimi og svo mögulega bara þið í stjórninni og annað? Það var bara eins og Heimir kom nú inn á hefur komið inn á og það var að ná topp 6 sem við gerðum og þannig að það var ekkert launingumál að það var stefnan okkar og svo náttúrulega bara ætlum við að setja okkur ný markmið þegar það væri búið að ná því en þetta svona annað ári í röð þar sem að 4. sæti gefur ekki Evrópusæti þannig að það var borin von þegar við fórum inn í úrslitakeppnina að við getum gert eitthvað aðlögu að því. Já og þetta út og byggar strax þannig að það var svona einhvern veginn því miður nokkuð fljótt ljóst að það væri kannski ekkert að vera neitt mikið success þetta árið allavega. Nei og svo sem bara skilur mig ekkert sem að við kannski auðvitað dreymum man alltaf að komast í Evrópukeppni og maður vill náttúrulega fer inn í alla leiki til þess að vinna þá en maður þarf líka að bera virðingu fyrir stöðunni sem maður í og þannig að þú veist úrslitalega séð var þetta tímabil bara, þú veist, allt í lagi, sko. Já, þetta náttúrulega er ég núna að fara að koma með fullt af leiðandi spurningum, það sem að mann leiða okkur í ákveðin atriða eftir, sko, en settist eitthvað niður með Heimi fyrir tímabilið, hvernig bolta þetta spila ungu leikmönnum og fleira? Nei, við settist ekki, ég myndi aldrei fara í það að segja þjálfara hvernig fótboltan á að spila, sko. Þá hefði ég kannski bara gert það sem að þær sögursagnir sem fór á staða það að ég ætlaði að fara að taka við þessu sjálfur eftir tímabilið, þá hefði ég kannski bara farið þá leiðina, sko. Það var ekki málið, en þetta hefur alveg verið stefna í okkur og alveg frá því að Heimi kom inn haustið 22 að við ætluðum að yngja liðið og höfum gert það. Og þannig að það var klárlega samtal sem að átti sér stað. En in the end að þá er það þannig að þjálfarinn er að vinna með þann leikmannhóp sem hann er með í höndunum og honum er náttúrulega bara treyst fyrir því og ég myndi aldrei skipta mér af liðsvali. Nei, ef ég spóla bara aðeins fram núna því að þú veist auðvitað vinnum maður eftir kannski þetta viðtal sem færi á .net og þar talar að þið vilji spila ákveðin bolta og annað en hefði þá kannski ekki hægt að gera það á þessu tímur og leyfa Heimi þá að spreita sig í þessari nýju vegferð sem FH allar í? Jú, ég meina við vorum náttúrulega einhverju leiti komnir byrjaðir með þetta eins og ég segi, við vorum búin að yngja liðið upp og annað slíkt en málið var bara það að við töldum það vera farsælast í ljósi þess að þessi stefna sem að við vildum innleiða og var tilbúin til innleiðingar núna almennilega til innleiðingar núna í haust að það var bara okkar mat að okkur verið betur borgið með því að fá nýjan mann í brúna. Ef við horfum bara liðið heilt yfir, endi í 7. sæti með 33 stig 27 leiki, bara fína leiki með þessu úrslitakeppninu þáttur að vera litlu að keppa. Hvað heldur að hafi vantað í FH-liðið til að challengea Evrópu sem dæmi? Ég held að okkur hafi vantað við náttúrulega söknum Ísaks til að byrja með. Hann kom inn reynda miklu fyrir en við áttum von á og þá svona breyttist aðeins dýnamíkin hjá okkur, hann og Amat náðu mjög vel saman. Svo vantar okkur bara þess mér ekki æði, það er bara þannig en það er enga síður þannig að þessi slæma byrjun, hún varð okkur dálítið að falli. Af því að það voru ekkert rosalega mörg lið í seinni umferðinni til dæmis sem náðu fleiri stig en við. Nei. Varstu einhvern tíma hræddur með að myndið falla? Já, ég meina við litum náttúrulega bara mjög illa út á köflum og ég get alveg viðurkennt það að í stöðinni 2-0 fyrir Akranesi á Kaplakrikavelli fyrir áleik og það sem að þeir áttu svo sannarlega möguleika ná að komast í 3-0 að mér leiði ekkert rosalega vel. Nei, þangað til að Heimi Guðjóns fór að rífa kjátt við Dín Martin. Já, þangað til að þeir fóru haus í haus og það heldur betur það moment og eftir það moment að þá var svo sem bara eitt lið á vellinum og það var náttúrulega leikur sem að skipta okkur alveg svakalega máli að vinna og eftir það þá voru úrslitin hjá okkur þannig að þær áhyggjur fóru nú fljótt að við myndum lendi ykkur alveg fallbaráttu, sko.
Klárt hlustendur sem eru dyggir þegar átt að sjá því að sumar spurningar eitthvað sem Heimir fekk og Óli líka með þess að við spurum Heimi að þessu, var sætið hans Heimis einhvern tímann heitt á þessu tímabili? Nei, ég myndi aldrei segja að það hafi verið þannig að við höfum verið að á þeim stað að fara að taka í eitthvað gikk sko. Auðvitað höfðu við áhyggjur af stöðunni fyrri part tímabils en ég þekki Heimi náttúrulega mjög vel og ég var nú alveg nokkuð viss það að hann myndi finna leiðir til þess að snúa þessu gengi við og og ég alveg mjög ánægð með það að við höfum allir verið sammála að það væri að það væri rétta leiðin til að fara. Það einmitt í byrjun október það sem að FH tilkynir, það sem Davíð kom inn á hann að Heimir Guðjónsson samningur hans verður ekki framlengdur. Sko, félagið hefur verið, ég fengi mikið að skeytum eftir þessu viðtöl bæði okkar við Heimi og Óla og félagið hefur gagnrýnt vegna framkomu ykkar við Heimi. Hann var látið fara hann 2017 og svo aftur núna 2025. Sigur sjálfsti þjálfari í sögu FH, liðið búin að ráða Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfara, kannski aðeins komin inn á þetta á hann, sko, af hverju að taka ákvörðinu bæði þá að láta Heimi fara og svo hvað var það við Jóa Kalla sem hreyfi ykkur? Já, bara eins og ég sagði á hann ákvörðinum að láta Heimi fara eða endurnýja ekki samningi við hann var byggð á því að við töldum með þessari leið sem að við ætluðum að fara og með þessari stefnu sem að við ætluðum að byggja liðið okkar á að það væri betra að fá nýjan aðila sem aðalþjálfara sem að henta þessari, sem að við teldum að henta þessari stefnu betur og það var ekkert flóknara það að við fórum í viðræður við einn aðila og það var Jóhannes Karl Guðjónsson og það var bara frekar fljótt ljóst að leiðir okkar lágu mjög vel saman og áður en að við kynntum það sem að við vildum gera þá fengum við hann til að setja á blað fyrir okkur eða blað í setja við smá í tölvunni? Já, bara í þessari frægu tölvu Það var þessari frægu tölvu? Já, við erum alltaf með hana einn tölva og bara hvernig hann sæi hlutina fyrir sér og það var bara mjög mikil svona hvað maður að segja, það var bara mjög mikið sameiginlegt og þannig að fyrir mér þar bara strax á fyrsta fundi var þetta láða nokkuð ljóst fyrir að ef að við getum fundið leið til að ná samningum að hann væri rétti maðurinn í þetta. Já, sko að því ég spyr hvort þetta hafi verið ósanngjarnt gagnvart Heimi, þetta allavega betri brottrekstur upp á það að gera heldur en síðast að það var allavega öll gigg bara laus og því tilkynum þetta með mánuða fyrir að vera áðan tímur líkur, þá spyrir maður bara, er einhvern tíman góður tími til að segja fólki upp eða tilkynna fólki svona? Nei. Ég held að það er bara þannig að þú munt tala nú ekki þegar þetta er prófíl eins og Heimir sem að bæði kom til FH sin leikmaður þegar FH hafði aldrei náð neinum almennum árangri og var náttúrulega fyrirliði liðsins og besti leikmaður Íslandsmótsins þegar við erum Íslandsmeistara fyrst. Svo náttúrulega kemur hann inn fyrst sem aðstofþjálfari og svo aðalþjálfari og heldur þessari sigurgöngu og velgengni áfram að það skiptir engu máli þó sem við höfum fallið með 3 stig. Það hefði alltaf verið skipta skoðanir á því á þeirri ákvörðun að endurnýja ekki við hann. Þannig að þú veist og það er eitthvað sem að vissi bara myndi gerast en eins og ég bara segi, þú veist við gerðum þetta eins og vel og við gátum, tókum þessa ákvörðun út frá því að við töldum, eins og ég er búin að segja núna tvisar, að það væri rétt að fá í nýja mann til að fronta þessa nýju stefnu. Já. Og við svona bara áttum mjög gott og hreinskiptið samtal við Heimi þegar að við tilkynntunum þessa ákvörðun sko. Já, ég er búin að fyrirbyggja grillinu og ég fíla það. Það verður skemmtilega eftir það, ég lofa.
sko, nú spyr ég bara, ég með Heimi Guðjónsson í eyrunu, sko, hvað hefur Jói Kalli, við Íslendingar þekkjum náttúrulega aðstjóðara landslýsins, fer mjög gott orða á hennu þar, náttúrulega var með Skagan heilengi, svo náttúrulega búin að vera úti hérna í dönsku sitteldinni með AB, hvað, þú tala um þessa stefnu, hvað hefur Jói Kalli sem kannski því haldið að ég get segja Heimir hafi ekki, en sem að Jói Kalli hefur sem að, hvað er það sem Jói Kalli sýndi ykkur sem þú varst bara, þetta gægin? Hann hefur alltaf bara mjög margt, hann mjög skýr á því að hann sér hlutina í hlustaðan að viðtali við bróður hans hérna einu sinni og það sem að, þú veist, Bjarni var þar að við þyrftum að vera duglegri við að gefa ungur leikmönnum sénsinn og ég horfi á þetta bæði bara út frá því að hérna, ef þú ætlar að auka virði hópsins þíns og þá félagsins þíns að þá það bara þannig að í dag sama hvað hver segir að ungi leikmenn eru verðmætari heldur en eldri leikmenn það bara þannig og til þess að hámarka virði leikmannahópsins þíns þá verður að vera tilbúin að gefa ungu leikmennum sénsinn og þú þarft að vera tilbúin að gefa þeim sénsinn og þú þarft að vera tilbúin að taka sénsinn á því að þeir geti sinnt. Það ekkert allir sem geta sinnt strax. Nei. En þú þarft að vera tilbúin til þess að taka þennan séns og ég þar að fleiri heldur en færri sé alveg orðnir syndir. Okay. Og það eitthvað sem að Jói Kalli algjörlega sammála mér og okkur í og hérna, þú veist, við erum ekki að fara stilla upp liði hérna 10. apríl þegar móti byrjar með 11-19 ára gaurum. Skilur mig. Þetta snýst ekkert um það. En þetta snýst um það fyrir mér að við vorum með einhverjar í 15 mínútur held ég fyrir leikmenn og annarflokksaldri í fyrra. Á síðast tímabili. Og fyrir mér eiga þessar mínútur að vera allavega í kringum 500. Já, það smá munur hana. Já, það smá munur, skilur. Og svo það náttúrulega bara mismunandi. Þú veist, ég meina, Heimi kom í viðtal og sagði að það væri ekki hans ábyrgð, skilur mig. Að, hérna... Frábært viðtal. Já, bara mjög gott viðtal eins og flestu öll viðtal við hann. En þar kemur hann inn á og hún finnst það ekki að vera hans ábyrgð. Nei. Að, hérna... Verður ekki nægilega góði, var ekki frekar að tala um það kannski? Jú, og þetta kom allan þannig út í viðtalinu að vera ekki á hans ábyrgð að vera með nógu góða 19 ára leikmenn í hópnum. Heldur væri það á minni ábyrgð. Og þú veist, fæn, hans skoðun, ég ekki sammálinni. Þú veist, það bara þannig að þú fær kannski leikmann annarlega strákinn í æfinguhópinni að hann 17 ára. Og hann búin að vera hjá þér í 2 ár. Ég bara þar og ég set bara þá kröfu á þjálfarana mína að þeir hjálpi þeim leikmanni að vera tilbúin. Að því að langflesti strákar sem kom inn í meistaraflokksshóp 17-18 ára eru þar að þeir hafa einhvers konar hæfileika sem í langflestum tilvikum hægt að þróa og allavega að gefa þeim sénsinn á því að spila í efstu deild. Svo það þeirra að sýna að þeir séu nógu góður í það. Klárt. Úr einu viðtali annað það ætlaði allum koll að keyra í Hafnarfirðinum þegar við droppuðum þessu viðtali Ólaf Jóhannesson allir í Hafnarfirðinum gampakátur við það viðtal og samanlega öllu sem hann sagði og þar spurði hann út í ráðninguna Jóhannes Karli og þarna spurði hann bara sem sparkspeking auðvitað náttúrulega hann og Heimir góði vinnir og gamall lærisveinn hans Heimir lærisveinn hans og Óli segir ég skil þessa ákvörðun enga veginn held þetta sé algjört bull Heimir búinn að vinna frábært starf eins og hann alltaf gert og það allir ánægð með hann fólki ánægð með hann og leikmennir ánægðir Mér fannst áhugavert viðtal við nýja þjálfarana í FH, fannst það mjög skrautlegt og sérkennilegt. Hann fór í þessa mögnuðu tölvu og taldi allt upp sem FH gerði illa, possession, XG og allan anskotan. Mér átti hann eiginlega að hafa drulla yfir alla fyrirverandi þjálfara FH, fannst það með ólíkindum. Það verið auðvelt að taka þetta viðtal næsta ár og bera það saman í nýjustu tölur. Þú ert alveg meðvitaður það að þetta verður grafið upp eftir tímabilið í ár eða hvað? Já, pottet. Og Jói Kalli líka svo sem? Já, ég meina, þú veist það bara hluta að því að búa í nútíma samfélagi að það allt tekið upp og hérna það hægt að það hægt að skoða ansi margt aftur í tíman og hérna en ég veit ekki, ég veist þetta ekki vera neitt diss á alla fyrirverandi þjálfara FH, þetta bara Jói Kalli að tala hvað hann ætlar að gera og hvað hann vill gera og hérna, þú veist
Já, þú veist, talandi einhverju tölvu, þú veist, við getum tala endalist það, skilur gamli skólin, nýji skólin eða whatever, þú veist, málið bara það, fótbolti bara orðin þannig í dag að hann byggist rosalega mikið upp á tölum og gögnum. Þú veist, hvort sem er líkar það betur eða verð og það ekkert að fara að breyta sko, þó svo að Óli sé ekki samanlega. Nei. Þú veist, þetta bara hluti af þessu hvert sem þú ferði í heiminum. Ég get lofaði því að, þú veist, City situr ekki bara putan upp í loft og bara fyrir eftir ykkur vindáttin hvað leikmaði kaupa, sko. Nei. Þú veist, það bara allt byggt upp á gögnum í dag. Auðvitað kemur mannlegi parturinn inn í þetta líka, skilur, auga kemur inn í þetta, eyrað að því leitinu til, hvernig, hvaða orð fer að leikmanninum. Þú þarft að eiga samtali leikmannin til að átta þig á hvort hann sé fitti inn í klúbbin og inn í þessu þetta reyna að gera. En ég held ég geti fullyrt að flestir leikmenn í dag sem ganga kaupum og sölum að mjög stór hluti af ástæðinni fyrir því að þeir eru keyptir eða seldir eru undirliggjandi gögn. Já. Mjög góð punktur að líka tala ástæðan fyrir Hákon Arnar að ná svona langt út af gögnunum einmitt á bakvið hann sko, því að hann ekkert mikið í mörgum stóðsendingum, ef við viljum svo meira Sama með að Hákon markmaður hefði fengið múið beint í Brentford sko, það var ekki bara hvað hann held það var í tölvunni bara af gögnum sem Já, þetta líka bara, ég get bara tekið dæmi félag eins og FC Midtjylland í Danmörku sem að, þú veist, voru einhver 2-3 félag sem voru sem var slegið saman og þar keypti eigandi Brentford Midtjylland fyrir daldi mörgum árum síðan. Hann reyndi búin að selja það núna. Þar var allt byggt upp á gögnum. Það gekk nú ekki verð hjá þeim en þeir eru algjört stórveldi í Danmörku og eru það ennþá í dag. Þó sem þessu komni nýjir eigendur að það var að sama nálgun á hlutina. Þannig að þú veist, þetta bara hluti af fótboltanum og þú veist það þetta röfli yfir þessu og vera fúll yfir þessu og eitthvað svona skilur með en þetta bara komið til að vera og mun ekkert breyta sko. Já, mér finnst þetta mjög gána á röfli yfir þessu, sérstaklega nýja skólum til gamla skólunum. Ég líklega yngsti af gamla skólunum ánáttúrulega verið nýja skólum en ég einhvern veginn gaman á þessum gamla sko, út að tala stefnuna sem þeir eru búin að innlega núna búin að tala yngri leikmenn og annað, eitthvað annað, ég ekki að beða að fara yfir hvert daginn orðið í þessari stefnu en eitthvað annað sem við munum taka eftir sem FH fara að gera öðruvísi heldur en að vera að gera bara undanfarin ár? Þú veist, þetta snýst náttúrulega líka bara eins ég meina, ég byrjaði á því að reyna að skrifa þessa stefnu, ég byrjaði þessu starfi, ég byrjaði nátt 2022 sko, svo náttúrulega bara, þú veist, kemur allt upp og, þú veist, bara endalast að hluti sem kom upp og þetta fyrir bara niður í skúffu og þú veist, þetta ekkert einhver, þetta engin gemvísindi, nei. Þú veist, við erum bara að reyna að taka og það sem ég reyndi að gera þarna var að þú veist, bara hvað gerði okkur successful á sínum tíma hvaða hlutir voru það þú veist, ég meina ég segi alltaf að eitt af mikilvægasta sem að við höfðum þegar við vorum upp á eitthvað besta að það var loyalty eða tryggð, þú veist ég var ekkit endilega besti vinur Kasim Dumbia utanvallar eða þú veist eða einhverja leikmanna skilur mig, en ég vissi bara alveg svo þeir vissu að ef ykkur var að ströggla þá var bara næsti maður hliðina tilbúin að koma að hjálpa þér þú veist, og þetta þú veist, bara svona hlutur að reyna að sem sagt, taka svona hlut og svona stækkan innan félagsins, reyna að finna leiðir til að koma þess að framfæri þú veist, og þá ekki bara að tala minni meistarflöki þetta svona gildi sem þú þarft að byrja með þegar krakkarnir eru yngri hvort sem það er kallað að stráka eða stelpumegin og þú veist, að einhvern veginn setja hlutina bara í miklu fastari skorður, setja afreksstarfið okkar í fastari skorður, þora að segja að við séum með afreksstarf og þú veist, og svo náttúrulega stór hluti af þessu snýst síðan náttúrulega bara fjárhagslega sjálfbærni, eða þú þarft ekki að vera einhver vísindamaður til að átta á því að við erum ekki búin að vera sjálfbær undanfarin ár. Nei. Þú veist. Ertu að tala um FH bara? Núna er ég bara að tala um FH. Þetta er náttúrulega bara miklu leiti íslenska knattspyrnu líka, en við höfum ekki verið sjálfbær undanfarin ár. Nei. Og þetta skref liður í því að komast nær því. Að því að eins og ég sagði áðan,
ungir leikmenn eru verðmætar en eldri leikmenn. Já, mér finnst líka áhugavert í þessu, þú veist, ég fer að rifast upp að maður er búin að fylgjast með F-liðinu í 20 ár að verða, sko, þegar Óli Krifa við lið og þá voru það að sækja ykkur alls konar útlendinga fyrir tímabil og hann tala alltaf um eitthvað bútasaumsteppi og eitthvað, þetta er eitthvað svona þið viljið losa ykkur við eitthvað. Já, ég meina, þú veist, þú getur farið alla leið aftur til 2003 og ef að ég myndi fara núna að telja upp alla gaurana sem hafa komið til okkar og ekki getað neitt en fengið ógeðslega mikið borgað og við myndum reikna það upp í núverði, þú veist, guðminn almáttugur, sko. Þú veist, og þetta er náttúrulega, skilur mig, hluti af þessu líka og þetta er náttúrulega hluti af því að, þú veist, þú getur ekki, þú veist, það getur ekki bara verið einhver þjálfari sem að hefur ekki hugmyndum launatölur en vill fá þennan og vill fá þennan og vill fá hinn. Þú veist, þetta þarf náttúrulega að haldast í hendur, sko. Þú veist, og ég er ekkert að segja að það er alveg leið fyrir okkar að komast í það að vera sjálfbær. En það er allavega, skilur, stór hluti af þessari stefnu. Og þá er það bara þannig að, þú veist, þjálfari, yfirmaður knattspyrnumála, meistaraflokksráð, stjórn, hún þarf að vera samstiga í hlutunum og menn þurfa að vita sín hlutverk. En mætti þá ekki segja að þið séu dálítið kannski bara nauðbeygðir til að fara í þessa stefnu af því að buddan er tóm? Ég meina, þú veist, nei, ég myndi ekki segja nauðbeygðir, en mér finnst þetta vera raunhæfasta leiðin fyrir okkur til að komast aftur á toppinn. Ég skil alveg að Víkingur sé ekki að fara í það. Þú veist, þeir eru bara á þeim stað núna að var skrítið. Já, ég meina þeir eru mjög fjárhagslega sterkir og af hverju ættu að hætta að fara að taka einhverja sénsa á einhverju nýrri stefnu núna þegar þú ert bara á mjög góðum stað. En fyrir mér er þetta þannig, við erum bara á þeim stað sem við erum á. Við erum ekki búin að ná Evrópusæti, við náðum síðast Evrópusæti, spilum síðast í Evrópu 2021. Og ef við ætlum að koma okkur áttu þangað, þá tel ég þetta að vera langbestu leiðina. Ég lengi velti þessu fyrir mér, sko, þetta er áhugavert eins og nefnir að til þess að vera sjálfbær þá meikar auðvitað er eðlilegt að þú vilji spila á yngri leikmönnum sem bæði eru ódýrari en líka verðmætari. Og svo tekst ykkur að komast í Evrópu, það gengur allt eins og í sögu. En þegar þangað er komið, að því að þessi fleigorð, ég gleymi aldrei sem Rúnar Kristinn sagði, ef við að gera kröfu á mig að vinna titla og þá kallaði ég bara gott að koma einum inn á ári í meistaraflokk sem er klár. En sko, þegar þeir eru komin á þann stað, þeir eru komin í Evrópu, eins og Víking var á sínum tíma, þá spenntur búan ansi mikið, tóku séns og það heppnaðist það, en það hefur líka klikkað og FH er náttúrulega oft spennt búan og stundum heppnast og stundum klikkað. Ertu búin að sjá þetta fyrir þér þegar þeir komist í Evrópu? Já, ég meina, þú veist, ég vil meina það að ef við komast í Evrópu, þá er út af því að við erum með nógu gott lið til að komast í Evrópu. Og þá er planið það að halda áfram á sömu leið. En það er náttúrulega líka þannig, ef þú kemst í Evrópu, nærða árangri þar til dæmis og peningarnir verða meiri og staða verður betri, þá ertu líka bara á þeim stað og þá getur þú veist, annarkvæmst getur ákveðið, herra, ég ætla að fara á þessari leið og nú ætla ég bara að satsa allt í það að fara að vinna mótið og komast í Champions Path og fara inn í sambandsdeildina. Eða þá þú getur sagt, herra, það er að koma inn fullt af peningum inn, við erum nokkuð sterkir fjárhagslega núna, nú ætlum við aðeins að fara í innviðina og styrkja þá, þú veist. Því það er líka bara, þú veist, það er ekkert eðlilegt á Íslandi að það er allt of stór hluti veldu sem fer í launa eða verktakakostnað. Já, en þið eru samt með mjög góð umgjörð, en það ekki? Jú, við erum með mjög góða umgjörð í kringum liðin okkar. Engi padelvellir? Nei, það vantar enda padelvellina. Það væri frábært fyrir þá að geta farið í fyrir ræðingar aðeins að við hljótum að leysa það á næsta árum. En við erum með mjög, þú veist, auðvitað erum við náttúrulega með mjög flotta aðstöðu. Það er engin spurning. Þó svo að hún sé reyndar eiginlega sprungin en það er önnur fyrir mig yfir það kannski öðru podcasti. En við erum með mjög flotta aðstöðu. Við erum náttúrulega með mínu viti langflottasta leikvangin á landinu og ég tel þjóðarleikvangin með í þessu af því að hann er bara ekki nógu skemmtilegur.
Við erum með mjög flott sett upp í kringum liðin okkar, við erum með mjög flotta fitnessjálfara bæði kalla og kvenna megin, við erum með náttúrulega flott þjálfarateymi og við erum með sjúkraþjálfara bæði kalla og kvenna megin sem eru til staðar mjög mikið. Þetta er ekki eins og þetta var í gamla daga þegar þú tóknaðir á ökla þá þurftir að fara bara í bylgjur á sjúkraþjálfarastofunni sko, þannig að það er orðið mjög flott hjá okkur og ég held að það sé líka á eitthvað sem maður vill bara bæta ennþá meira í og við ég horfið aldrei í það þannig að þegar að þessi árangur næst, það er að segja þegar við komumst aftur í Evrópukeppnina sem sagt með þeim meðölum sem við erum að vinna með núna að þá vil ég meina að það sem að það gerir fyrir okkur er að við getum ennþá frekar styrt umgjörð bæði í kringum meistaraflokkan okkar og í kringum yngri flokkan okkar. Það er stefnan sko. Að því maður hefur séð það, þú veist, að það er alveg lið hérna á Íslandi sem hafa farið þessa leið og ætlaði að spila ungu leikmönnum og gert það vel og náða árangri en svo eru fljótir að fara af þeirri leið og það er alveg hræðilegt að vera hérna 2025, tala við ykkur þetta svo fyrir við bara í Evrópukeppni eftir 1 eða 2 ára og við verum bara konum með dýrasta leið í deildinni Fertu þú Dani með þér? Já, fertu þú Dani Það var skot að blika Mér langar fyrir að fyrst við erum í þessum sjálfum þetta er riddarspurning sem mér fannst ansi góð kemur frá grjóthörðum FH-ingi sem er ansi innviklaður í klúbbin og sko hann spyr nú voru að sannlega leikmann Kára held ég hann hafi sagt Kári Kristjáns fyrir einhvern slatta peningum 7,5 milljón segir sagan sko hann að því að stundum hafa laun verið á eftir og stundum ekki verið til peningur síðustu ár hvaðan kemur peningurinn þegar hann kemur? Í bara hjá okkur inn í félag Já, sko þetta er dálítið áhugavert og það sem er náttúrulega gerast núna er að það sem hefur aukist er annars vegar réttinda peningar frá bestu deildinni og þessi réttinda peningar það var alltaf þannig að KSÍ þegar þetta hétt Pepsi-deildin, Pepsi Max-deildin eða hvað sem er, að þá sá KSÍ þetta KSÍ seldi réttin, seldi sjóðsréttin, seldi veðmálréttin seldi markaðsréttin þá voru undir lokin þar held ég 2021 held ég að verið síðasta ári sem KSÍ seldi þetta, þá voru félögin hvert og eitt félag að fá í kringum 12 milljónir minnum eða 12,5 miljón fyrir allan þennan rétt. Svo tekur ITF, íslensku toppfótbolti, við þessu og selur þetta sjálfur. Og það sem það sem gerist þar er að þeir tvöfalda þessu upp að næstu. Og frá árinu 2022 til 2026 er peningurinn að jafnaði 20,5 milljónir á ári sem að hvert félag í efstu deildir að fá fyrir þessar réttindagreiðslur. Þeir voru með þess að semja núna upp á nýtt og frá og með árinu 2027 verður þetta væntanlega eitthvað í kringum 25 milljónir. Það var reyndar eftir að semja við sín, þannig að við sjáum hvernig það fer. En ef að sá samningur helst óbreyttur þá erum við að tala cirka 25 milljónir á ári. Þannig að það er alveg mikil aukning. Svo ertu náttúrulega með hinn punktinn sem er ennþá stærri og það eru svokallega solidarity greiðslur frá UEFA sem að hafa aukist svakalega núna á síðustu 2 árum. Þetta voru cirka 12 milljónir á lið í efstu deild. Núna í febrúar og júli, þetta er greitt í 2 greiðslum, verði þetta í kringum 40, ég held að þetta verið kringum 40 milljónir sem að hvert og eitt einasta lið í bestu deildinni árið 2025 fær í sinn hlut. Og þetta, nú veit ég að ITF og KSÍ hafa svona stundum, það hefur verið smá svona gremja oft þarna á milli og menn að tala eitthvað, okkur geti ekki allir verið vinir og eitthvað svona, skilur mig. Það er bara eðlilegt að það sé einhvers konar svona, að það geti kastast aðeins í kekki á milli þessara tveggja aðila. Ég meina, ITF eru hagsmunasamtök fyrir félög í efstu deild og lengjudeild kalla og kvenna.
og þau eru náttúrulega að huga að réttindum og bara að reyna að hámarka það sem þau geta fengið fyrir þessi félög. Þannig að mér finnst ekkert óeðlilegt við það og þú veist, og þarna komum við líka kannski bara inn á skilur, ég meina, þú veist, ég tel að FH hafi alltaf verið mjög framsýnt félag, allavega síðustu 20-25 árin. Og hvort sem það kemur að byggingu knatthalla sem að frækt orðið og þú veist, við setjum þetta hybridgrassa á fyrir 2 árin síðan. Við erum aðilar og stórir aðilar að stofnun ITF á sínum tíma og síðan þegar kemur að þessum UEFA réttindagreiðslum að þá það eitthvað sem að hefur verið mikið unni í European Football Clubs eða ECA eins og það hét og þar er FH eitt af stoppfélagunum og og faðir minn var lengi í stjórn þarna og það má eiginlega segja að undanfarin 10 ár hefur verið unnin mjög mikil vinna þarna inni til þess að auka greiðslur til smærri félag í Evrópu og það svakalegt að fara frá því að fá árið 2024 einhverja 13 milljónir í það árið 2026 að vera að fá cirka 40. Þannig að þú veist, þar, við erum að tala um hvaðan penningunum kemur, maður fer út allt. Þetta mjög áhugavert. Já, þú veist, fólk viti þetta ekki? Nei, þetta skilur mig, og þetta bara að vera stærri og stærri hluti af tekjunum. Og síðan það náttúrulega bara sponsortekjur, samstarfssamningar. Ég vil ekki kalla þetta styrktarsamninga. Nei. Að því að fyrirtæki fá fullt út úr þessu. Við erum heldur ekki minnir að styrktar alla, bara samstarfsæðar. Já, þeir bara samstarfsæðar. Og þannig að það ennþann dag í dag náttúrulega langstæsti svona einstaki liðurinn hjá okkur. Þetta eru mistórir en og svo erum við En þetta ekki líka einstaka styrktaraðilar, sem bara einstaklingar sem að koma inn og bara vilja fá this guy? Já, ég held að þú veist, það kemur alveg fyrir, það ekki mikið það í okkur. Nei. Veist. En ef það einhverjur núti sem vilja fara í þannig samstarf, það við klárir. en svo kannski fjórðiliðurinn er bara leikmannasölur. Og það það sem að þessi stefna líka byggist að miklu leiti á. Eitt sem ég langar að spyrja það þegar þú talar um að það hefði mögulega alltaf orðið allt brjálað þegar þið látið heimi fara sama hvernig það farið í deildinni í ár. Segjum sem dæmi bara, ég var ánægður þetta með Davíð, hann segir þegar við förum í Evrópu ekki sem ég er ánægður með. Gott þið tóku þetta. Ef þeir í fallseti bara til 12 umferðir, ertu farin í skúfuna, þessi stefna, tætari og farin að skrifa nýja stefnu? Nei, það mun ég ekki gera. Þú veist, hvað ertu harður á þessari stefnu, þú veist, bara að því að þú veist, auðvitað það er ákveðin viska í stundum að við ekki að gera eitthvað mistök eða var á fljótur á sér, segjum bara vill að fer til að byrja með. Já, einminna, þú veist, þessi stefna, þú veist, þetta eins og Óskar Hrafn talaði leikmannhópin sem, jú. Hvað sagði hann, var hreyfandi afl. Já, hreyfandi afl, að þessi stefna náttúrulega ekki eitthvað sem að, þú veist, auðvitað getur hún tekið einhverjum breytingum hér og þar en bottom line í þessu samt það að veist, við munum ekki hverfa frá þeirri stefnu að ætla að verða svona developing klúbbur. Við ætlum ekki að hverfa frá þeirri stefnu að vera staður sem á að vera mjög góður fyrir unga og efnilega leikmenn með mikinn metnað sem vilja ná ennþá lengra. Og það mun ekkert breytast. Ég meina, þú veist, ég er ekkert að segja að einstaka leikir hér og þar ef að það er eitthvað mikið undir og þá það náttúrulega bara undir Jóakal að komi hvernig hann setur leikinu upp en við erum ekki að fara í sumaglugganum á næsta ári ef við erum í ykkur brasi að ná í ykkur 4-30 menn, skilur mig. Nei, ok. Skrifa mínútun hjá mér hérna. Sko, það er eitt sem ég langar að taka því aftur, það voru margir sem gaugaði mér eftir bæði viðtalið langar við Heimi og Óla. Sko, það er kannski eitt sem er alveg að gleymast í þessu og við Leifur tökum alveg til okkar er að auðvitað náðu þessu báðu þessir aðalar frábærum árangri með FH og eiga
eiga alla titla sem FH á, eða ekki? Ég er ekki að fara með rámt mál held ég. Já, Óli og Heimir, já. Þú veist, FH samt gaf þeim plattformið og tækifæri, þeir mætti ekki í einhvern pubbaklúb og gerði á Íslameisturum. Nei, það er alveg rétt og enn og aftur, þú veist, þessir tveir gaurar náttúrulega náðu frábærum árangri með þetta FH-lið og það verður aldrei tekið af þeim að þeir eru mjög stór hluti af sögu félagsins og verða það alltaf og en þú veist, FH er náttúrulega bara risastórt félag og þegar kemur að þessum árangri sem að við náðum á þessum tíma frá árinu 2004 þegar fyrsti titillinn kom til ársins 2016 þá er þetta náttúrulega bara samstillt átak bæði þjálfara, leikmanna, annara í starfsteiminu, starfsmanna félagsins, stjórnamanna, þú veist, FH er miklu meira heldur en, þú veist, Óli Jó eða Heimir Guðjóns eða Davíð, skilur mig hvernig sem það er, þú veist, FH er bara, þú veist, við erum með Ólafur Helgi Guðmundsson, hann var liðstjóri á okkur frá árinu 2000 til, ég held að síðast ára hans hafi verið 2000, til magnað ár 2022, skilur við? Þetta er bara gaur sem á skilið fáralega mikið sjátt. Og þú veit með pappaðinn, Jón Rúnar já og þú veist og það er bara skilur mig þeir eiga þeir mjög mikið í þessu öllu saman og allir þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað á Kaplakriga og hvort sem að menn skiptast oft í tvær fylkingar gagnvart þeim og þú veist það er bara þannig en þetta eru tveir gaurar sem hafa þú veist lagt bara líf og sál í það að byggja þetta félag upp og þannig að ég er ekkit eitthvað verð ekkit hopp ekkit úr gleði þegar menn er að gera lítið úr þeirra hluti í þessu sko. Nei. Og svo er þetta bara þú veist bara með Óli og með frábæran aðstofamann alltaf bæði Heimi og líka í Leipa Garðas þú veist, Heimir var með ótrúlega flotta aðstofamenn í Jöra og Lauja og og náttúrulega fleiri góðum mönnum þannig að þú veist, auðvitað eiga þeir ótrúlega miklar þakkir skilir fyrir allt sem að þeir gerðu fyrir þetta félag og verða alltaf bara tveir af allra dáðustu sonum félagsins en þessi árangur er líka byggður upp á ótrúlega mikilli vinnu annara aðila sem að voru meira í skuggan. Já, klárt mál. Svona við erum alveg að fara að slúta þessum lið, ég hef búin að tönglast helviti lengi á þessum liður. Sko, er ég ekki að skilja þetta rétt með, ég er alveg að fara að kveða þetta, með að þið látið Heimi fara og Jóhannes Karl tekið við. Mér langar alltaf að segja þetta sé eins og Sala er núna með Liverpool, sko. Það er, þú veist, Heimir náði top 6, 3 ára röð, gerði bara job completed, gerði allt sem hann beðin en það er, þú ert ekki kannski að borga mannum fyrir það sem hann er búin að gera, heldur hvað hann ætlar að gera, þú ert kannski frekar sem bara, hann er búin að gera nákvæmlega sem við báum hann í þessi 3 ár, en nú ætla að taka eitthvað annars skrif. Er ekki að skilja þetta rétt? Ég veit bara að skilja þetta rétt, ég held að þú veist, Heimir, ef að við ætluðum að fara eitthvað aðra leið en við erum að fara, þá getur vel verið að Heimir hefur verið rétt maður nýja. En með þessari leið sem að við erum og þessari, á þessari leið sem við erum, að þá er þetta bara eins og ég segi, þá töldum við betra að fá Jóa inn í þetta. Dóri Átna var hjá okkur daginn í frábæra viðtali, hvað er maður að taka það? Og hann var að tala við okkur tölfræði og þú náttúrulega talar tölfræði þessu viðtali.net, sem var frábært viðtal. Talað þar sendingatölfræði, sendinga fram á við pressutölur og fleiri þættir. Sko Dóri var eitthvað að tala að menn væru ekkert bara í þessu viðtali, bara almennt kannski að tölfræða yfir sig og hvað tölfræði skiptir mál og hver ekki erum við þarna konum of mikið í tölvuna eða? Já, eða þú veist, mér finnst það ekki annars hefur náttúrulega ekki verið að kommenta á þetta skilur en fótbolti er náttúrulega spilaður á vellinum og náttúrulega inn í end snýst þetta hvort liðið skorar meira en það er bara þannig að tölfræði getur sýnt mjög margt og hún getur svona þú tekur vestra sem dæmi
Vestri var að í mjög góðum málum fyrir litur tímabil en ef þú horfir á alla undirliggjandi þætti þá áttu þeir að vera það sem þeir enduðu. Já. Þeir voru outperforma XG-ið sitt. Fræga, XG. Já, ekki bara það, bæði XG-ið sitt og X-goals against og það, ég er ekki að segja að gerist alltaf. Nei. En það er alveg ótrúlegt hvað tölfræðin getur svona hjálpað þér að sjá aðeins inn í framtíðina. Klart. Þá ætlum við að fara okkur yfir í aðra sálma. Langaði kannski aðeins að koma inn á Volt Ísland. Já. Þetta er auðvitað. Við fengum okkur nú að borða ónefndu staðina við hliðina fyrir þátt og það var dótið mikið að bláum töskum það. Já, brjálega að gera hjá Volt sem ég skil vel. En ef við hefum ekki alltaf hjá það hefur verið langþægilegt að volta þetta bara. Mér er svo flott að töskur, ég er oft bara með einn á mér sko. Voltaran, já, þetta er fallegu blá litur og þeir eru að skila allavega að spara mjög skildingin í heimsendingum. Svo þarf ekki að fara í búðurinn lengur, það er bara Hagkaup. Nei, það er nákvæmlega ákvæmlega, það er búin að sæna Hagkaup og búin að sæna Costco, þannig að það er alveg gluggi á þeim. Svo erum við Smári, Gíð og Blöss og fleiri. Já, þeir eru að spila þessum ungu, það er það sem við viljum sjá. Þeir eru að spila á yngri leikmannum. Já, það er einhverjum einhver góður yfirmaður sendingamála þar. Og svo erum við Íslandsögum. Já. Og talandu sjálfbæra rekstur. Já, talandu sjálfbæra rekstur, sko, af því að þeir heita auðvitað Íslandssjóðir, þeir heita ekki Íslands eignastýring. Nei. En þeir eru líka með eignastýringuna. Og við ættum kannski að skoða það. Já, fyrir þá sem eru með kannski eitthvað en á bankabókinni, veit ekki hvað er að gera við það. Það gengur vel að hlustandum kall, sko. Það er fullt af liði sem hefur bara þarf að nöppa eins og til dæmis að safna peningi. Ég veit ekkert hvernig þeir eru að ráðstána. Það er bara fínt að þeir í Íslandsögum. Þeir hafa gert það lengi og vel. Og munu gera það áfram. En við ætlum að færa okkur annað. Þegar Davíð var að mæta í F-liði sem leikmaður. Og vonandi er ég ekki ábjóða ykkur, en það er í búið grillmarkaðins. Já, þú ert ekki að gera. Þú ert aldrei ábjóðað mér. Það eru komin 9 jólakoktelar þar. Bæði Fireplace, Royal Christmas og Eggnog Martini. Sæll. Og ég spurði sérstaklega hvort þeir ættu Eggnog Martini en óáfengan. Nei. Það var ekki, sko. Eðlilega. Hlóður ekki bræðir eða? Nei, jú, þeir sögðu bara, þú veist, þetta er bara þannig að fáðu bara vaskglasunir. Já, ef þú ert ekki að fá the real deal, þá ert ekki að fá þér, þá gerum við þetta ekki. Það er bara stoltrið sem ég gera og ég skil það vel. Grillmarkaðar með allt upp á 10, jólaseðlinn frábær. En við erum komin að FH-tímanum. Davíð Þór, þú spilaði auðvitað með FH 2004-2009 og svo aftur frá 2013 til 2019. Nær bæði góðu árunum hjá Óla Jó og Heimi Guðjóns tilurinn, ég veit ekki. Veit það ekki. Býtu, það er eitt gunnlega steð þarna. Byrjum að því, ein auðveld, hvað er betri þjálfari? Ósangjöld. Óli Heimir. Létt og ósangjöld, já. Já, þetta er góð spurning. Og hver er munurinn á þeim? Heimir er, ég myndi frekar velja Heimi. Munurinn, Óli var frábær að því liturinn til að hann gaf mönnum mikið frelsi inn á vellinum. Hann áttaði sig á því að hann var náttúrulega með mjög gott lið í höndunum og var ekkert að flækja hlutinu mikið. Og þannig að hann var ótrúlega góður hvað það varðaði. Heimir mun taktískari og Heimir svona breytist aðeins að hann var, þegar hann kom inn og ég held að það gerist nú bara, það er oft verið lenska með þjálfara, hann kom inn og var svona dálítið all guns blazing af mikil sóknarleikur og svona, en svo varð hann þegar reynsla var meiri og svona þá varð hann taktískari og við það var eins og stundum þegar við vorum að spila í deildinni seinna meira að það sérstaklega í júlímánuði að við varum stundum bara eiginlega að æfa okkur fyrir Evrópuleikina sko. Ok. Þannig að sem var bara besta mála því að við náðum náttúrulega mjög fínum árangri í Evrópukefninni oft á tíðum. Þetta var deildið þá bara orðið eitthvað fórmsatrið? Nei, það var ekki þannig en það var kannski stundum þannig að maður var bara herri, við erum bara að spila móti, þú veist. KR eða eitthvað? Nei, þú veist, við erum kannski að vera að spila móti einhverju svona einu af lagari liðanum í deildinu á þeim tíma skilur og það var bara herri, þú veist, ekki bara fara að pressa og það var bara svona, þú veist, við ætlum að spila þetta svona og leifum þeim að koma upp og líka til bolta og láta þá koma, skilur mig. Heimir í 70 skák, hann. Já, og þú veist, eins og ég segi, það var alveg pæling á bakveg og það virkaði alveg vel, en já, þannig að munurinn kannski sá að Óli var svona aðeins meira
gaf aðeins meira frjálsræði inn á vellinum á meðan að Heimir var svona aðeins meira rigid taktist síðan. Sko, þú talar viðtalið við Bjarna Guðjón sem var bæði við geðveiku þáttur, Bjarni er skemmtilegur. Hann var að tala það, manstu Leifur, þegar hann tók við sem aðalþjálfari KR, horfði á okkur TED fyrirlestur hvernig þetta beita sig í klefanum og tala við lið og eitthvað. Mér finnst það svo auðmjúkt og flott þegar maður segja það. Já, ég er að segja, mér finnst það geðveikt. Ég velti fyrir mig, þannig Heimir búin að vera leikmaður, þú upplifir þetta allt, hann var leikmaður, hann var aðstoðarþjálfari. Verður ekkert skrítið transition að fá þennan gæja allt í hennu sem the main coach, eða? Ég held að það er mjög skrítið, en hann var fáralega góður í að fjarlæga sig frá leikmannofnum, þetta var náttúrulega bara mikið af vinum hans sem voru hann, sko. Og hann var búin að vera í FA frá því árinu 2000. Þetta var náttúrulega einhver, þú veist, það var einhver milli skrefana þegar hann var aðstoðarþjálfari, en hann náttúrulega tekur við sem aðalþjálfari þegar hann er 38 ára. Já, þú veist, það verður 39 ára 2008. Og en hann, ég held ég að fara í viðtal eftir hann 2008 tíðanbili og þá, sem þetta er mitt, hann átti svo auðvelt með að vera brútal. Skilur mig. Hann gæti bara tekið, þú veist, eitthvað gaur út í liðinu sem var bara búin að vera, þú veist, hann tók Daða Lára út í liðinu, bara á miðju tímabili. Þú veist. Bara besti markmaður í sögu FH, sko. Já, og þú veist, og það var ekkert eitthvað, þú veist, það var ekkert eitthvað langt spjallega og basically bara Gunnið út í markinu næsta leik. Þú veist, og þetta er náttúrulega mjög góður eiginlega að hafa sem þjálfari, af því að þú veist, þú ert að taka erfiðar ákvarðanir oft á tíðum. Og ég held að þetta við hjálpa hann líka dálítið mikið í þessu transitioni að fara bara frá því að vera leikmaður í það að vera þjálfari. Já. Sko, þú mættir F-liðið þarna árið 2004 og gott að það er ekki bara fyrsti titill í sögu FH, þetta er ekkert sérstaklega flókið. Spila 8 leiki og er 20 ára gamall þarna. Enda á að vinna deildina með 37 stig eftir 18 leiki og tapir einungis einum leik. Sko, hvað small þarna? Bæði hjá þér og hjá liðinu? Sko, ég kom á miðju tímabili þarna. Ég var búin að vera út í Noregi í 3 ár. Kom að láni þarna á miðju tímabili þegar við vorum bara á mjög góðu renni. Og ég byrjaði ekkert mikið að leikjum, sko. Nei. Ég held ég að byrjaði bara eitthvað 3 og þá var svo sem ekkert hægt að vera eitthvað brjálæðislega, ég var náttúrulega ógeðslega fúll yfir því, en maður gæti ekki alveg fengið einhvern veginn útrás fyrir reiði sína því að gekk svo vel og maður gæti ekki farið og þú veist, röflaði þjálfaranum, sko. Já, ég held að Óli hefði talað með í viðtalinu okkur, bara þú veist, það er ekki hægt að segja, gaurinn á bekknum, hann verður bara áfram pirraður ef þú ert að vinna alltaf leiki, þá er þjálfarinn að gera allt rétt, eða eitthvað. Já, ég meina, þú veist, þú getur ekki sagt neitt, þú getur haft skoðanir á því og þú getur röflaði verið heima hjá þér, hvað þetta sé fáralegt og eitthvað, en allavega finnst mér það að vera þannig og ef þú tala við þjálfarinn, hann getur þó bara sagt, hvað, við unnu leikin, drullaðir hann út og þannig að, en það var bara, ég meina, þú veist, við náttúrulega árið 2003 fáum við Tommy og Allan, þeir voru frábærir. Sverrir kom líka inn árið 2003 og var frábær með Tommy, þeir voru fáránlega gott miðvarapar, Tommy alveg sallarólur og einhvern veginn mjög yfirvegar og svo varstu með Sverri við hliðin og hann var náttúrulega, þú veist, Sverri náttúrulega jakkamöldu ég og góði félagi minn og alveg keks og ruglaðarinn á vellinum, sko. Hann voru með eins og spila bikarleiki í 3. flokki og að fáum leiki sem við töpuðum og það var eitthvað sparkað í hann í fyrir áleik og það var í Árbænum og hann sparkaði í hann þannig að þú veist, hann sko draghaltur leiðin inn í klefa í hálfleik og maður bara, já, það er reykt að spila meira. Nei, næsta sem ég sé að þá er hann að tróða sér einhverja skrúutakka og þú veist að negla þeim í jörðina, skilurðu, og ætlaði bara að fara út í seinanleik í skrúutökkum til að sko bara stimpla. Já, bara til að klára hingurinn, sko. Komst náttúrulega aldrei út á völla þegar hann gæti ekki labbað, sko. Og þetta lýsi Sverrið aldrei, það er svo skemmtilegu karakter, sko. En hann var náttúrulega algjörlega frábær líka þetta tímabil og hann var náttúrulega bara sorglegt að það sem gerðist eftir þetta tímabil var að hann lendi í einhverju fáránlegu álagsbroti í öklanum og einhvern veginn, náði sér, misti 2 ár þar. Þú veist, þetta er bara, við vorum alltaf bara með mjög gott lið og Emmi var hann á kantinum, alltaf stórkostlegur. Þú sást líklega, hann var ekki að fara að vera
lifetime player hjá FH? Nei, ég meina, þú veist, þetta var bara Þakkaði fyrir hver dag bara? Já, þetta var bara svakalegt breakthrough hjá honum og hann þú veist, hann var frábær, Alla var náttúrulega gjössalega stórkostlegur, Heimir örgulega 35 ára gamall, örgulega ég meina væntanlega bara besta tímabil hans á ferlinum. En hann fór ekki mikið yfir það nokkuð? 2004 var allt í lagi, sko. 2005 hins vegar, það var aðeins meira vesen, sko. Enda held ég kom það ekki fram í þættinu í Óla, hann hefur verið að tala hann hafi eiginlega bara ætlað að hætta eftir 2004. En það sko, við erum að hraðspóla þetta, sko, árið 2005, FH-lið, vinni Íslandmótið með 16 stegum, 48 stegar til 18 leiki, hann spilaði alla 18 leikina og þeir vinni fyrstu 15 og bara orðinir Íslameistarar. Við erum nú ekki gamlir í hettinu við Leifur, en þú aðeins eldri við, þetta ekki bara besta lið sem hefur spilað allavega frá kannski aldamótum í Íslandi? Jú, ég held það. Gott að segja aldamótum af því að ég held að Skaginn? Já, 93 Skaginn var náttúrulega svakalegur, sko. En ég held að það sé mjög erfitt að finna betra lið, þetta alltaf erfitt að bera saman mismunandi tímabil og eitthvað svona skilur mig, en yfirbyrðinni voru alveg svakalegir. Ég held að þú hefur aldrei verið með lið frá árinu 2000 sem var með jafnmikla yfirbyrði og við vorum með þarna eina sem sorglegt þarna í fyrsta lega við höfum ekki náð tvennunni og í öðru lega við höfum lent á vegg á móti Neftchi Baku frá Azerbaijan í Evrópukeppninni. Þeir voru svakalegir. Nei, það var svona, þú veist, það var svekkjandi við þetta og svo var annars svekkjandi, alveg galið að vera búin að vinna fyrstu 15 leikina og klára ekki alla 18, sko. Ég ennþá byrjaði rifið þegar maður dettur inn á þetta hann á sín hann þegar verið að sína highlights. Og aftur þar, eins og við tölum Óla, þar líka, þeir voru alltaf duglegir að styrkja ykkur samt ár frá ári. Þarna kemur Ólaður Páll Snorrason, TG9 og Auðun Helga, TG9. Vissir að hann svona mikil svindlkall? Já, ég náttúrulega var í Noregi þegar hann var líka í Noregi, og þá var hann var algjör kongur þar líka. Og þannig að maður vissi alveg, ég held kannski að því að nátti erfitt uppdráttur hann í Svíþjóð, ég held að hann hefur verið örgrítið áður hann kom til okkar, það sem var alltaf erfitt tímabil hjá hann, maður var maður smá svona, er hann búinn? Nei, hann var náttúrulega, hann var, og það geðveikt við Tryggva, að hann eini gaur, fótboltamaður held ég í heiminum, sem að getur verið að hrauni við samherja sína eða mótherja sína, en verið á fullu ennþá í fótboltaleiknum. Ég veit ekki hversu oft ég sá það að hann var að drulli yfir eitthvað þegar hann fekk lélega sendingu en var samt að hlaupa tilbaka og vinna boltan í leiðinni. Og samt svona hraunni yfir hann. Já, bara, þú veist, þetta sko, geðveikur eiginleiki, sko. Og hann Djöðlar þetta öfur að senda í maður. Já, og það sem var líka geðveikt við Tryggva að hann alltaf bara elska að spila fótbolta. Ég veist alveg gaman í fótbolta, en bara, þú veist, ég var samt alveg þegar ég var að spila leiki í Egilshöllinni í desember, þú veist, kannski bara 23-24 og var maður bara, ég væri nú alveg til að vera að gera eitthvað annað, en hún fannst þetta geðveikt, sko. Þetta var bara skemmtilegast að bara þetta á þetta að vera skemmtilegast sem við gerum skilur en þetta var hjá honum og þarna var hann bara orðin kannski 34-5 ára, sko. Óli talaði með vitali hjá okkur að menn hafa ekki þórað að segja að þjálfurinn að veri meiddir. Lentið þú einhvern veginn í því? Nei, en ég eins og lendi í því að ég þurfti að spila, ég náttúrulega spilaði meiddur allt 2006 tímabilið. Ok. Og ég fekk, ég sjálfur sér, ekki það ég hafi eitthvað ekki vilja að spila en ég fekk svo sem ekkert valin eitt annað en að spila þannig að ég var að drifast í hásinni. Þannig að ég var sprautar eiginlega fyrir hvern einasta leik og eitthvað svona, en það endaði ekkert sérstaklega vel. Nei. Ég sleit mér hásinna. Já. Þannig að en það vissi allir af því, sko. Sko, við spörum Óli þetta líka annarsæti 2007, 37 stegar 18 leiki, oft bara stigafylgdi sem duga til að vinna deildina. Þannig kveður Óli, var það bara valsmenn sterkir þarna eða voru þið orðnir eitthvað kærlusum búin að vinna þetta 3 ára? Það annað sem gaman við að sjá þetta aftur, að þessar klippur sem að sín búin að vera með fljótandi og alltaf þannig yfir miðan daginn eða kvöldin eða whatever á þessum stöðum sem ekkert að gerast á. Við bara gáfum alltaf mikið að leikjum frá okkur, sko. Við vorum bara að fá eitthvað sirkusmörk á okkur hægri vinstri og þú veist, ég áttaði mig ekki alveg á því fyrir ég fór að horfa á þetta aftur, sko. Þannig að ég held að, þú veist,
þannig að jú, getur kannski sagt bara kæruleysi sko. Valum fínt lið en við vorum með miklu betra lið sko. Ekki? Við vorum með alveg Arnór Bjarki voru þarna, Venni var ennþá þarna, Dennis Sím var komið þarna og í sjálfu sér búinir að missa mjög lítið sko. Og svo náttúrulega tekur Heimir þetta 2008 og 2009 og það er bara titill aftur back to back og eins og komst inn og kannski fótboltinn bara svipaður en svona aðeins taktískari. Já, var það og þú veist, svo sem bara eins og veist, við vorum að spila 2005 vorum við að vinna leiki þú veist, Grindavík held ég 8-0 og þú veist, vorum að vinna leiki mjög stórt en bara þarna þú veist, strax 2008-2009 var fótboltinn bara í heildorinn aðeins taktískari. Voruð þið kannski orðin meiri svona úrslitamasín þarna undir Heimi? Ja, við urðum það. Já. 2008 og 2009 voru við veist, var mikið aksjón og mikið að mörkum hjá okkur og svona en 2000 svo þegar ég kom aftur árið 2013 þá vorum við orðin miklu úrslitameðari og en þarna 2008-2009 var þetta alveg mjög svona aggressífur og skemmtilegu sóknarfótbolti og hann að en að því sögðu að þá, þú veist, já, þú veist, Heimir var og ég miklu taktískari en Óli. Þú vantanlega velt þessu mikið fyrir það síðan, sko, en þegar þú ert sprautaður fyrir hvern einasta leik og slítur á endanum hásuna eftir á hefur gert þetta öðruvísi væri þetta gert öðruvísi í dag? Já, þú veist, ég veit það ekki, skilur mig, þú veist já, ég meina, ef það væri barnið mitt sem væri annað, þá myndi ég allavega að reyna að tala fyrir því vitinu, sko, þú veist. Hefði verið hægt að tala fyrir því vitinu? Nei, það er það sem ég veit ekki alveg, skilur mig. Nei. En auðvitað náttúrulega líka bara, þú veist, er þetta þannig að, þú veist, þú ert mikilvægur hlekkur í liðinu og þetta er félagið þitt. Þú veist, þú ert á góðum stað. Akkurat á þessum tímapunkti var ég á leiðinni til Svíþjóðar þegar þetta gerist, skilur mig. Þannig að, þú veist, ég vissi alveg að það væri alveg hægt að, þú veist, ef ég hefði fengið smá kvilda þá hefði þetta alveg orðið allt í lagi, skilur mig. Og en nei, þú veist, ég hef aldrei eitthvað hort tilbaka og verið eitthvað, þú veist, að svekja mig of mikið á þessu. Þetta er bara hluti líka af fótboltanum að spila í gegnum sársauka og það er bara hluti af fótboltanum að meiðast og eitthvað svona en já, ég sé ekki eftir þessu en ef að barnið mitt lendur ekkert mann í einhverju svipu þá myndi ég reyna að tala það af því, skilur mig en ekkert, þú veist ég fer aldrei á kottan og pæla í þessu, sko. Nei, fóru bara til eitthvað Já, sem ég með einu söfnir ég er bygginn á staði. Já, alltaf upplýstur. Það sem við getum ekki slögt ljósi. Nei, það er ekki hægt. Þetta ljós voru alltaf kveikt. Herri, við ætlum að spóla fram, fara til... Og við erum ekki múin að gleyma atvinnumannferðlinum. Hann er hann inni. Hann er hann. Svakalegur atvinnumannferðlin. Gott að þú sagðir þetta. Við ætlum til ársins 2013. Það voru sér podcast hann. 2019 í bóði Smáríkisins. Já, skár. Það er nú verðt að minna það núna hátíðarnar, það er náttúrulega opið lengur þar, sko. Já. Þú þarft ekki að pæli, er ríkið opið? Smáríki er alltaf opið. Það er opið frá 12 til 12 helgar. Já. Og 12 til 11 á virkum dögum. Já. Og svo er þetta sjálfsög ódýrasta ríkið. Þannig að þeir gera sitt og þeir gera það vel og svo erum við að sjálfsög með list Akureyri sem er staðsett í listigarðunum og það er nú heldur betur undur stórmerki þar. Páll Óskar að spila. Sælas. Tróð upp núna annað kvöld. Miðvikudagskvöld. Ef þið skellið ykkur þangað þá er 2 fyrir 1 kalda ef þið segið að Kata hefur sendt ykkur. Og það er bara alltaf þannig. Það er þetta bara alltaf þannig á list Akureyri en FH 2013 til 2019. Úrslitamaskinan. Já, þarna ertu alfarið komið heim úr atvinnumennskunni og þið lendið í öðru sæti árið 13 og 14 og vinnur svo 2015 aftur 2016 sem er einmitt ykkar síðasti titill fyrir 10 árum síðan. Lítur að vera haldið upp á. Takk fyrir að minna með það. Býtu, það er engin titill. Maður sjá skoðin tölunum minni. Hvort FH-lið var betra ef við tökum fyrri að seinni tíðina. Já.
Ég held að, þú veist, liðið 2005 hafi klárlega verið besta liðið af öllum og hérna og kannski næst besta liðið á væntanlega liðið 2014 sem að lendi á magnaðan hátt í Örstætti. Jú. Okay. Það var gott lið. Það var mjög gott lið. Hvað vantaði bara þar? Góðan dómara? Ég vantaði kannski upp á... Góðan línuvörð? Já, kannski línuvörð sem að, veistu, var ekki með línun eins og varlína var teiknuð þarna fyrstu árin. Hann að teikna varlínu? Nei, það var bara, veist, auðvitað áttum við að líka vera búinir að klára þann leik, við fengum endalaust að tækifærum og hérna og vorum að mínu mati miklu sterkari liði í leiknum en það var bara eitthvað skrifað í skíin að Stjarnan ætti að fá Íslandsmeistaratitil þennan októberdag í Kaplakrika og hérna og eins leiðilegt og það að þá hérna þá var það þannig. Þeir áttu nú líka alveg ágætið sísón. Já, þeir áttu frábært tímabil og með mjög gott lið og allt svoleiðis skilur mig en ég fer ekki ofan að því að veist, við vorum með miklu betra lið en þeir. En hvort heldur ef við tökum bara, við erum talað nú bara kannski fyrir tíðina hjá FH og svo seinni tíðina hvort heldur að FH hafi bara orðið slakari eða bara hinliðin orðin betri? Ég held náttúrulega einhverju leita hinliðin að voru betri eins og ég var að segja áðan skilur, við vorum að vinna lið, við unnum Grindavík 8-0 sem var nú samt bara nokkuð solid efstildalið skilur og við vorum svolítið að pakka liðum saman og það hefur bara, þú veist, þetta eiginlega bara eins og í landslýsfótbolta líka, þú veist, það bara ótrúlegustu lönd sem eru geta farin að ná í úrslit bara út af því að fótboltin bara orðin miklu meira. Predictable? Já, bara miklu taktískari í dag heldur en hann var og hérna þannig að það er klárlega bæði það að, þú veist, þetta, ef við tekið þetta 2005 liða, þá var það aldrei extraordinært bara því litun til að gæðum voru bara alveg svakalega mikil. Og svo er það líka það að svona í seinni tíð og þá hefur bilið minkað aðeins. Hvort skemmtilegra sem leikmaður að spila Óla Jó fótbolta, þar sem að heistrákar hafi gaman að þessu? Hvítugjör og hvítan. Hvítugjör og hvítan, rauðugjör og rauðan, eða niðurnjörfi hlutverk taktist takk? Ég get eiginlega ekki, þú veist, það er bara skemmtilegt að spila í góðu liði, skilja ég mig, og þú veist, og auðvitað var með hjá Óla, það var, þú veist, ótrúlega gott að vera með þetta frjálsræði, en þegar ég að tala hjá Ími að það hefur verið, þú veist, aðeins meira niðurnjörfað, og þá var þetta samt ekki þannig eitthvað skoðum síðasta þriðjunga, ekki það ég hafi verið ofta síðasta þriðjunga, en að það hafi verið eitthvað, þú veist, fáralega sett hvað áttur að gera þá, þú veist, það var alveg frjálsræði þar. Ég held að, þú veist, aðalatriðið í þessu og þess vegna var gaman að spila í báðum þessum liðum, að þegar þú ert að spila með öflugum fótboltamönnum sem að skilja þig og það er gott kemistri hérna á milli, þá verður gaman að spila fótbolta þegar þú veist, getur liggu við, þú veist bara, ég vissi bara þegar Lenny var komin að ég vissi að hann elskaði að taka hlaup á milli hafsends og bakvarar. Ég vissi bara að ég gætt fundið Atla Guðna í þröngum stöðum og hann gætt leist þær stöður. Og veist, alveg eins og ég gætt vitað að ég gætt sett hann inn á, þegar ég var yngri og ég gætt sett hann niður á heimi og hann gætt haldið í hann í 5 mínútur þess vegna inn í miðurhringnum ef hann þurfti þess, skilur mig. Sko, eitt sem ég að pæla núna, ég var að kveikja á þessu núna, þegar þú tala landsliðsfótbolta á hann, sko, ég velti fyrir mig bara, þetta samt eitthvað svo flókið ef við teiknum þetta bara upp í FH frá aldamótum frá 2003-2004 sem að Davíð er að koma í liði. Þar ertu með þessa ungu upphaldi FH-inga sem eru að koma upp og auðvitað náttúrulega eins og talar á hann sterkir, mjög sterkt lið. En þarna ertu náttúrulega bara að ná í skottið á, ef við tölum þessu ár 2013, 14, 15, 16, Atli Guðna, Atli Viðar og þessu gaurar, þú veist, þarna ertu komin kannski bara líka bara með fleiri aðkomen og ert að missa kannski hægt og rólega, eða þið missa hægt og rólega FH DNA-ið, má segja það? Já, ég held að það sem gerist bara oft hjá klubbum. Þú getur farið til Noregs, þetta gerist hjá Rosenborg og hérna þetta hefur einhver leiti, þetta gerist hjá United líka og vilt fara í stærri deildir. Að það er ótrúlega hættulegt að fresta endurnýjun og ég er ekkert að segja að við reyndum alveg að fara í eitthvað svona endurnýjun en hún klikkaði svo svakalega
og svo margir leikmenn sem við fengum til liðs við okkur sem að átt að geta gert þetta, átt að geta komið í staðin fyrir þannig, þeir bara gátu það ekki. Þú veist, hvort sem það var út af þeir væru nú ekki nógu góðir, pössuðu ekki inn í hlutinu hjá okkur. Þetta var of stórt skref fyrir það og þá kannski sérstaklega fyrir Íslendinga sem voru að koma minni klúbbum. Þannig að þú veist, þetta miklu og þegar þú nærði ekki þessari endurnýjun og þá endar þetta alltaf með því. Meina, þú veist, við lendum í því Atli Viðar hættir eftir tímabili 2018. Ég hætti eftir tímabili 2019. Atli Guðna hættir eftir tímabili 2020 og Pétur hættir eftir tímabili 2021. Þannig ertu bara búin að missa 4 gaura sem voru risastór partur af Atli Viðar frá árinu 2001, ég frá árinu 2001 eða með þess að 2000, Atli Guðna frá árinu 2005 held ég að 4 með að spila fyrsta leikina og Pétur kom inn í þetta 2009 og það ekkert grín að replacea svona og við bara, þú veist, við náðum við ekki. Nei. Og það líka annar hlutir, þú talar þú veist, maður að tala þessa nýju stefnu, við kemum aðeins inn á hann út frá þessu, að ég bara þar að ef að þú ætlar að búa til gott lið sérstaklega á Íslandi í litlu samfélagi að þá ótrúlega mikilvægt að vera með heimamenn í því giggi. Þú veist, þú getur alveg keyptir árangur í smá tíma en ef að þú getur byggt liðið þitt upp á ákveðnum kjarna heimamennum þá það ótrúlega gott sko líka bara fyrir samfélagið. Þú nærð að búa til meiri stemmingu, það koma fleira á völlin og þú veist, þetta miklu mikilvægara maður gera sér grein fyrir og þú veist, ég held að þetta sé, þú veist, og ég tel þetta vera ótrúlega mikilvægt og þetta við erum alveg með, það alveg heimamenni í liðinu hjá okkur en þegar við vorum upp á okkar besta til að byrja með, það voru ótrúlega margir, ég meina Gummi Sævars var Daði var ég var Emmi var Sverri var Ásgeir Gunnar var þú veist, þetta var ótrúlega mikið af heimamönnum sem voru að spila bara week in, week out og þá einhvern veginn verður líka stemmingin í kringum félagi miklu meiri. Sko, mætti ekki bara segja að kannski það ósækjart að ég sé að bera þetta saman við landsliði í dag, en ég meina við sjáum það bara hvernig Arnar Gunnlaugs að gera þetta núna, setur bandið á Orrastein, Hákon Arnar varafyrirliði, hann dálítið að segja bara gullkynslóðin, takk fyrir ykkar framlag, bless, nú bara nýtt upphaf, ég get segja að því að hvað einhverja gullkynslóð, en það bara vera að hleypa ungu gaurum að og leiða að blómstra. Jú, þú veist, ég held að með landslið þetta alltaf þú veist, þetta alltaf aldrei erfitt að því að þú veist, þú getur í sjálf sér sagt það sem þú vilt, en þú alltaf mesta fíbl í heiminum ef þú tapar landsleiknum, sko. Það alveg ótrúlegt, en það klárlega það sem að Arnar náttúrulega líka að gera, að þú veist að hann bara að setja ennþá meiri ábyrgð á þessa gaura og þetta náttúrulega 2 á okkar allra öflugustu fótboltamönnum og það ættu náttúrulega bara að verða miklu öflugri á næstu árum, en mér finnst þetta bara að vera Mér það bara að vera mjög flott múf og hjá okkur að, þú veist, í það sem að náttúrulega líka annar hluta þessu bara eitthvað, við viljum spila ákveðin tegundafótbolta. Þú veist, við viljum spila í framtíðinni, dálítið aggressívan, orkumikinn fótbolta þess að við þurfum að fara hátt á lið og reynum að vinna boltan hátt uppi og við ætlum að vera dálítið direkt í hvernig við sækjum. Og ef þú ætlar að spila ákafsmikinn fótbolta eða orkumikinn fótbolta, þá þarf þetta að vera með gaurar sem getur hlaupið og ungi gaurar getur hlaupið meira heldur en gamli gaurar. En hvað fannst þér kommentið á heimi og okkur og að tala að gaurarnir kannski á miðinni hjá ykkur, Tómas Orri og einhver einnig viðbót? Já, Baldur Kári. Já, og Baldur Kári. Þeir blómstur af því að Björn Daniel var með þeim. Eitt gamall lurkur. Já, ég bara hjartalega sammála og ég held að það sé engin spurning og þess vegna eins og ég segi, þú veist, það aldrei planið okkur að vera með lið 11 leikmenninn á vellinu sem eru 20 ára. Veist, og það heldur ekkert launingamáli, við vildum halda Bjössa eitt tímabili viðbót. Já. En ég skil hann mæta vel að vera komið með nóg og vera, þú veist, búin vera í brasi með hnýja á sér undanfarin ár og svona og Sæðlarnar og höfni í Hafnarfirði. Já, heldur betur maður og fullt af humri
Já, nóg humri. En þannig að þú veist, að sjálfsögðu þarf að vera jafnvægi þarna, en þú in the end snýst þetta samt það bara að þú ert að kommitta í að spila ákveðna tegundu fótbolta sem að hendar ákveðna leikmönnum og þannig að mér finnst það bara vera mjög eðlilegu hlutur og því að það bara náttúrulegt að það oftast, þetta ekkert algilt skilur, þú getur alveg fundið eitthvað 34 ára gamla gaur sem getur hlaupið endalaust sko. En það svona, ofta þannig að þeir sem eru yngri, það meiri hlaupi geta í þeim getur hlaupið meira á háum hraða og annað slíkt þannig að það bara eitthvað sem við erum líka að horfa eins í. Þú vorum að tala um Dr. Fútból í dag, örgulega 2 bestu kaupin í Premier League, þetta tímabil Granit Xhaka í Sunderland og Jordan Henderson í Brentford, bara 2 lurkar á miðinni, þannig að gamli skólinn ekki alveg farinn, Nei, og ég held að það sé, eins og ég segi, Akkur hattar að gammal fólk? Maður búin að vera að fylgjast með þessari umræðu og og þetta stundum bara eitthvað, nenniði bara að klára að lesa setninguna, nenniði að klára að lesa viðtalið, af því að það segir sér náttúrulega bara sjálft að í fyrsta lagi þá ég bara með 5 eða 6 gaur á samningi sem eru eldri en 26 ára, og ég ekki að fara að byggja um að með öðrufloknum, þeir eru bara hluti af liðinu og hafa bara mjög mikilvæg hlutverk að gegna, en það sem maður vill fá frá þessum gaurum að þeir séu tilbúnir að vera leiðandi í því að hjálpa yngri leikmönnum að komast bæði inn í hópin, komast inn á völlin og vera bara alvöru fyrirmyndir fyrir þessa gaura og það það sem maður að biðja þessi eldri gaurum að gera og bæði utanvallar og innanvallar. Ég trú ekki að þessi komið svona seintir í viðtal og ég bara að fara að spyrja þessi núna í fyrsta sinn ég maður þegar við fengum Jökull Elisabethsson í þáttinn fyrir tímabili ár og ég spurði í hvað sæti allar enda í ár og hann sagði að mér alveg sama bara að séu góða frammistöður og maður svona ég kaupi þetta ekki alveg af því að við erum inn í end bara í fótbolti bara úrslita bransi eins og Höddi Maggaður átt talað og ég aldrei ósammála á þeim meistara hvernig tímalínan í stefnunni hvert langar öllum að vera Íslandsmeistari en hvernig hvað finnst þér lógískt ef við horfum 1, 3, 5 ár fram í tíma ef allt gengur samkvæmt plönum? Ég held að það sé lógískt að það náttúrulega bara þannig að strax á næsta ári þá ætlum við okkur náttúrulega að ná árangri það náttúrulega bara planið okkar að fara inn á öllin í hvert einn skipti og vinna leikinn en ég ekki þar að ég ætla eitthvað að setja skilur mig þetta smá svona hvaða máli það skiptir kannski ekki öllu máli hvort þú lendir í 5. sæti eða 9. sæti í íslensku deildinni ef að þeir mælikvarðar sem þú ert að notast við eru að þeir eru á réttum stað ef þið skiljið hvað ég meina. Þannig að eins og tökum bara þetta með KR í ár örgulega allir mælikvarðar mjög góður. Já, þeir náttúrulega skilur mig ef þetta bara, eins og segir, ef þetta þeirra leið að þá geta þeir kannski inn í end horta á þetta og verið sáttir með tímabilið skilur mig, en þetta náttúrulega bara skilur mig, en það segir svona líka sér allt ef þú tala 1 ár, 3 ár, 5 ár eftir 3 ár þá viljum við náttúrulega bara vera með þannig lið sem að keppa það að komast í Evrópukemna og eftir 5 ár þá sjálfsögðu sjáum við það fyrir okkur að við getum verið að fara að keppa tilin. Þetta ekki þannig að við erum sem að fara í einhverja 10 ára vegferð og bara eftir árið 2036. Þetta snýst ekki um það. Ég hef bara það mikla trú á því sem við erum að gera og ég tel okkur ef að menn eru bara kaupið það og eru tilbúin að gera þetta almennilega, hvort sem eru leikmenn, þjálfarar, starfsmenn, stjórnarmenn og bara stuðningsmenn. Ef að menn eru bara tilbúnir að leggja almennilega á sig, að þá ég bara fullviss það að þessi leið geti skilað okkur aftur þangað sem við vorum í byrjun þessarar aldar eða fyrstu 15 ár þessarar aldar. Já. Ég vil vera spennandi að fylgjast með FH. Við munum halda með þeim, en það eru margir sem ekki halda með þeim. Þið tapið fyrstu 10 leikjunum
Jókali, skrifstofatak. Ég kallar hennar skrifstofu til mín eða fer ég niður og skrifstofu til hans? Já, ég er búin að skilja. Nei, það bara þannig. Ég meina hann að sjálfsögum á komin og skrifstofu til mín og ég mun alveg pottjætt fara niður og skrifstofu til hans til að fara yfir málin. En það er ósköp einfalt að við gerðum 4 ára samningu og það er engin plönum annað en að bara að standa við að báðir aðalega standi við hann. Þetta er... Förum ekki að segja honum upp strax, hann er ekki búin að spila eitt leik. Já, spennandi. Já, mjög spennandi. 4 ára samningur, Jókali. Já. Og það er við erum aðdáendur. Já. Sko, nú er hátíð ljóssins að gangi í garð. Já, ljós og friðar. Já. Rétt hér. En ég vil að við hugsum aðeins það, stöldrum aðeins við. Mínútu þögn. Þegar að vera að tendra öll þessi ljós, hvað við erum heppin að eiga náttúru sem býður upp á svona mikla orku, sjálfbæra orku. Sjálfbærni er reyndar heldur bara rauði þráðurinn hérna í kvöld. Sjálfbærnin góða. Fjölbreytt og mikilvæg verkefni sem að ON sinnir fyrir samfélagið. Allt frá því að framlega rafmagn fyrir hátíð ljós og friðar og heitt vatn fyrir höfuðborgarsvæði til þess að tryggja jólasveindi skili sér á réttum tíma fyrir alla krakkana að núti. Svo erum við Dynout. Eitt sem ég ætla að koma inn á, sorry að tala Dynout. Sjáum við glæsilegu portveldtrein sem er í með Chess 10 komin að fara 10% afslátt á þessari treyju. Eða einhver annar er kemtilega treyju. Já, akkurat. Sko. Já, Dynout líka góðin. Já, það er einmitt. Það eru kóðar út um allt. Enn önnur skemmtilega ástæða fyrir að taka þáttur í mynd. Hann verður í mynd á Spotify og svo verður hann á YouTube. En Dynout, kóðin Chess 10 veit í 10% afslátt og Dynout gæðabrjöfum. Ef þú vilt lauma einhver í pakkan, þú ert kannski með pakkan, það vantar þetta litla. Já, aðeins upplöðu. Eitthvað til þess að bæta við. Tekur ekki einu svona eftir í pakkanum. Færi út að borða. Hún á opnan, tekur upp bókina, herruði. Dynout gjafabrif líka. Rafrænt. Get valið á hvað veitingast það. Ansi flott. Og það er 10% afsláttur með K10. En sko, Birkir, þú ætlar að taka hérna liðið. Það er enda Chess 10, en ég ætla að taka liðið, já. Lætið mig þetta auðvitað. Já, sjálfsögðu það. Þetta skrifaði þú út. Já, ég reyndar. Ég er að vinda kveðið minni krossdóldi, eða við erum að gera það endur kvöld og komið þetta alltaf skemmtilegt. Við erum komin núna til ásins 22. Davíð Þór Viðarsson hafa búin að vera korter í maður knattspyrnumála, hann var að byrja að rífa í gikki og vera grjótharður, en það er hann af alvöru fjölskyldu og hann er ekkert mikið að tvínuna við hlutina. Sko. Já, mér skilst þetta sé heimiskólin. Já, það er bara gikkin. Davíð út af begg, nei, Gunnið og Steftar. Þið ákveðið að sækja Óla Jóhanns í þjálfara. Krikin er hrifin af mörgu en það sem eru sérstaklega hrifin af eru endurkomur. Búin að sækja Óla tvisvar, Heimi tvisvar, fá við þriðaskipti, veit það ekki. Óli tekur F-liðin á miðju tímabili og liðið enda þar í 7. sæti með 33 stig eftir 22 leiki, tók við þegar 9 umferðir voru eftir og liðið endar í 7. sæti, sama sæti og var í þegar Óli mætti. Davíð Þór Viðarsson og yfirmaður knattspyrnumála. Sko stefna var komið þarna og byrjaði að drafta hana upp. Sko ég ætla að byrja á að spyrja á hana fyrir mig brottræksturinn per se. Sko þið ákveða að halda áfram Óla Jóhanna. Varstu kannski þá ekki alveg búin að ná kannski bara fóta í starfi og meta hvernig þú vildi þróa hlutina áfram að því að núna lukkar þetta eins og einhver smá eða var stefna kannski bara klár þarna til að var Óli rétti maður til að vara með þessa stefnu til dæmis eða var hann bara ekki klár þarna? Nei, þú veist í fyrsta lagi ég tók náttúrulega við sem yfirmaður knattspyrnumála í 22, ekki? Í janúar 22, það var svo sem búið að ráða Óla en ég var náttúrulega með Óla ég var aðstoðarþjálfari þarna 21 fyrst með Eiði í korter og svo kom Logi þegar Eiði fór í landsliðið og svo var ég með Óla seinni hluta tímabilsins og ég held að það sem að gerist þannig er náttúrulega að það voru ákveðna væntingar til þess að þegar við ráðum Eið, hann kemur náttúrulega innan miðju tímabili með Loga 2020 gera frábærlega að koma okkur í Evrópakefnina og það voru bara mikla, Eiður kom inn á rosalega miklum krafti en svo náttúrulega fór hann í landslið, var aðstofar landsþjálfari og Logi svona kemur inn til að redda málunum, byrjum vel en svo fyrir að síga á ógæfuhliðina og við töpum einhvern veginn 3-4 leikjum í röð og hann er látið fara Óli fenginn til að koma inn, klára tímabilið, það gengur bara þokkalega og svo er tekin svo ákvörðun að hann haldi áfram og þannig að þú veist, ég
komið sjálf sér ekki nálægt ákvörðin á því að ráðan eftir tímabilið 21. En varst alveg hrifin að þú varst bara on board? Já, ég meina, ég kem náttúrulega síðan bara inn í þetta starf og með tölvuna mína og alltaf kveikt á henni? Já, alltaf í sambandi og alltaf í netsambandi og og það svo sem bara gengur ágætlega og ég meina, þú veist, þessir Excel leikmenn sem verið að tala að hann hafi fengið, þeir voru þó 2, það annars vegar Ásbjörn Þórðarsson sem við fengum frá Keflavík, seldum Hörðinga til Sogndal og þurftum hægri bakvörð og keftum Ásta og það var svo sem leikmaður sem að átti erfitt upptátt 22 en vann síðan bara vel inn í liði 23 árið 24 áður en að meiðist og síðan í kjölfarið seldu til KR að þá var hann nú bara einn af betra hægribækurinn í deildinni. Hinn leikmaðurinn sem var í þessu Excel-skjali hjá mér það var Davíð Snær Jóhannsson sem við kaupum á mjög lítinn pening frá Ítalíu og seljum 1,5 ári setna fyrir 7-falt hærri upphæð. Og fóru upp ég er ekki að tala um 100 milljónar skilur og fóru upp helgina? Og fóru upp helgina með öðrum góðum F.A.N. Ólafi Guðmundssoni. Þannig að þú veist þetta náttúrulega bara mismunandi sín á hlutina. Við förum inn í þetta mót með mikla væntingar, við vinnum Lengjubikarinn eða þessi deildabikarinn og þar þannig að og vorum með dýrt lið gamalt lið það oftast dýrt lið að vera með gamalt lið og svo bara gengur ekkert þú veist við þetta mjög gamalt lið. Já, við vinnum held ég Fram í öðrum leik, svo vinnum IBVF held ég í 4. eða 5. leik svo töpum við á móti Keflavík, við töpum á móti KR, eftir það kemur landsleikjahlé það sem að kemur lengra landsleikjahlé en venjulega, þetta voru ykkur 17-18 dagar, leikmennir og þjálfarnir farið frí, komum tilbaka, við spilum æfingarleik á móti Þrótti Vogum, töpum þeim leik. Var þetta samt útivelli kannski? Þetta var ekki að Vogi í útivellum, það var að Keflavík og svo náttúrulega bara kemur að þessum leik á móti Leikni. Það sé jafna á síðustu myndum. Það sem að þeir jafna á síðustu myndu, já. Sko, þarna ertu náttúrulega orðin áður en tekið það og þetta voru frábær sæn svo að nefndir. Hvað versta sænið þitt svo far, eða þú þorir að viðurkenna? Versta sænið mitt? Gott að hendi sákun útlendinga, þú vilt. Þið eru svo grimmir Máttalega segja pass, sko. Fjölmiðlamenn. Nei, ég ætlaði bara að athuga hvort ég væri með eitthvað eitt sem væri bara hræðilegt. Eitthvað sem að Excel kom error. Það alveg mjög mikið, eða þú veist, ekkert mjög mikið, það alveg klárlega, ég búin að vera í þessu starfi núna í að vera 4 ár og það klárlega sumir hlutir sem að hafa ekki gengið upp og áður en ég var í þessu starfi árið 2020 þá var ég til dæmis í meistarlausar ráði og þá voru við þannig ég ætla ekki að segja hvað sæn hefur verið verst en ég ætla eins og að segja hvað sæn hefur svona sviði mest að hafa ekki gengið og það Vúk Dimitrievits kaupum hann frá Leikni hann árið 2020 hann kláraði tímabili með Leikni og var bara by far besti leikmaðurinn í lengideildinu á þeim tíma og það hefur alltaf sviðið dálítið mikið að það hafi ekki gengið upp og sviðið ennþá meira þegar hann byrjaði að setja hann með Fram og var bara frábær og Rúnar náttúrulega einhvern veginn kannski áttaði sig aðeins meira á því en við gerðum hvernig væri best að nota hann. Eitt áður en ég kemur, sko ég talaði á bútasamsteppið, þeir Óli Krifa með lið og annað og þeir náttúrulega búin að kaupa eins og talaður hvað opniðið miklum pening í útlendinga frá, ef við tölum aftur frá kannski 2004 eða hvernig það reyndar náttúrulega fullt af góðum útlendingum svo þess að tekið fram. Ætlaði að reyna að, þú veist eins og bara til dæmis núna í ár, þú veist, ætlaði að horfa eitthvað utanlands eða? Já, við munum alveg, þú veist, skoða, auðvitað vill maður bara eins mikið og maður getur verið með lokal lið, en það klárlega þannig að, þú veist, að við erum
alveg að skoða líka erlenda marka. Það hefnaðist vel í fyrra með Amat og ég veit að Mattias Rosenörn fekk mikla gagnrýni hér og þar en þú veist, ég bara ósamalinni. Mér fannst hann vera í langflestum leikjum bara góður hjá okkur og frábæri löpunum og svona skilur þannig að... Mætti með Jökulinn núna? Hvað sér ég? Já, og þú veist, ekki það, við tókum ákvörðunum að semja ekki áfram við, eða segja upp samningnum við Mattias og semja við Jökula því að ég tel hann vera ennþá betri kost og við teljum hann vera ennþá betri kost. En spurningin var með útlendingana, já en þú veist, þannig að það klárlega möguleiki en svo þetta líka þannig að það ákveðum svona ekki mál heldur svona kannski ákveðin óvissa í gangi varðandi hvernig íþróttamenn hvort megi yfir höfuð vera verktakar eins og þeir hafa verið að miklu leyti eða hvort þeir þurfa að vera launþegar og Þið ættu að þekka þetta manna best núna Já, maður ákveðin sérfræðingur í þessu eftir það sem við lendum í en þannig að þú veist, það líka annar hluti sem að spila þetta aldrei inn í og við þurfum svona einhvern veginn aðeins að kannski með þetta eins og margt annað þegar kemur að pólitík, ríkistofnunum og búrókrasíu að hlutir sem að ætti að geta tekið mánuð taka aðeins lengri tíma Sko, þá langar við að spyrja þig en það samt þannig og Óli talaði með þetta með okkur að þú veist, það galið að, og þetta ekki bara í okkar podcasti, ég búið að tala þetta í öllum podcastum að okkur allir þessi leikmenn að koma heim jú að því að koma bara heim í betri díl eru kannski Skandinavíu með 600-700 mánuði hérna komaði bara heim á Hótel Mömmu með 1 milljón á mánuði sko maður velti fyrir sér þegar öll að botning kvólt þá mögulega eru bara útlendingarnir kannski bara ódýrar heldur íslendingarnir allavega ekki dýrari Já, þú veist, það svo sem bara hvað maður að segja ég þú veist þú reynir bara að fá eins mikið pening og þú getur og hvort sem að þessi sögur eru sannar sumar af þessum launatölum sem maður heyrir eða ekki, eða kannski aukaatriði en við einhvern veginn erum sjálf búin að koma okkur á annan stað við erum ekkert sakleysir við náttúrulega þegar á okkar bestu árum að þá, þú veist, bara borguðum við fínt og bara vorum með dýrt, gott lið sem stóð undir sér í ljósi þess að við náðum árangri og komist í Evrópukeppnina og svo einhvern veginn heldur það bara áfram, það bara önnur lið, ég minna Valur fekk einhvern veginn hefur verið mjög vel stætt undanfarið, Víkingur og Breiðablik hafa gert frábærlega og þá einhvern veginn eru hin liðin að reyna að elta og úrverður kannski markaðir sem að svona, getur verið hálf asnarlegu stundum og þú veist, og það ég alveg sammála því að þetta samt aldrei hræðilegt, mér finnst þetta stundu verið aldrei hræðilegt teika eitthvað, menn eru bara alltaf mikið borgað þú veist, já, menn, þú veist, en það ekki þeim að kenna, skiljur Nei. Þú veist, þeir eru bara að reyna að fá þess mikið úti og þau geta en ég hins vegar alveg sammála því að þú veist, það til dæmis ekki mikill munur gæðarlega séð á bara alls ekki mikill munur og ég held að mörguleiti sé til dæmis næstæsta deild í Svíþjóð og næstæsta deild í Danmörku að mörguleiti betri og svona jafnari heldur en efsta deild á Íslandi en launin á Íslandi eru miklu, miklu hærri þrátt fyrir að þessi bæði meiri áhugi miklu meira fólki sem kemur á völlin og svona í þessum deildum úti að meðaldali heldur en hérna heima sko. Og meiri atvinnumennska Já, miklu meiri atvinnumennska, það eru pjúra atvinnumenn sko. Þú veist, og ég ekkert að segja það alveg sömu klúbbar hérna á Íslandi farin að ef að frekast nefna og orðin svona hálfpartin atvinnumennska, skilur mig en ég myndi alltaf kalla til dæmis F-lið í dag sem í prólið, þú veist, við æfum klukkan 4 eða mæting klukkan 3 og æfum klukkan 4 þannig að þú veist, þetta alveg mjög valid umræða en að sama skapi að það maður smá bara svona, þú veist við erum búin að koma okkur í hana sjálf eina leiðin út úr henni í sjálf sér kannski að reyna að gera það sem við erum eitthvað leitar en að gera yngri leikmenn, þeir eru ódýrari skilur mig, það bara þannig og
og velja vel þá eldri og reyndari sem maður tekur inn. Já, maður er ekkert að fara að taka á alla línuna bara heyrðu þarna 50% launalækkun alla, það er bara, eins og Davíð segir, við erum búin að koma okkur í þessu stöðu en þetta var alveg út úr hjá mér þegar ég var staddur árið 2022 þegar Leiknir er að setja Dagger í Kaplakrigan 2-2 Óli kom svo sem aðeins inn á þetta okkar það sem að hann er tekinn bara í búningsklefa mæti Valdimar Svavarsson sem formaður knattspyrnudeildar og einhverju tveir aðrir góði menn með honum og honum er sagt upp alveg eins og ég spurði með Heimi, það er ekki til einn góð leið að þessu, þarna varst þú yfir með knattspyrnumála, hefði þetta ekki mátt bíða til morguns til dæmis? Jú, það hefði mátt gera, þú veist, en málið er bara það að þetta var þannig að Leiknir skora jöfnunarmark á 90 og eitthvað mínútu við vorum búin að vera hræðilega lélegir í seinni hálfleik og vorum bara búin að vera mjög lélegir á þessu tímabili og við ákveðum eftir leikinn að setjast inn í fundarherbyggi ég, meistaraflokksráð það er að segja einn aðili úr meistaraflokksráði, hinn var út á flugvelli og var með okkur í gegnum fjarfundabúnað Valdi sem formaður og Gunni Beini sem varaformaður, Gunnar Bindisson handboltamaður, varaformaður af því að Óli talar bæði að ég hafi verið Valdi og Gunni og þar er þessi ákvörðun tekin að við ætlum að láta þá fara og þessi fundur varði í cirka 40-45 mínútur og svo var það að vera að ræða hvort að þetta gerir þetta strax eða þetta gerir þetta daginn eftir og ég tek það alveg á mig, það var mín ákvörðun að gera þetta strax bara að því litin til að mér fannst bara illu best aflokið og þannig að við tókum það ákvörðun að fara niður í þjálfarherbyggi þar sem að þetta var tilkynnt og það má bara fólk verður að hafa þá skoðun á því sem það vill hvort að þeim fannst þetta rétt eða ránt eða whatever en svo er það bara þannig að þessi ákvörðun var tekin út af því að liðið var á slæmum stað og vorum búin að vera lélegir og töldum okkur einfallega að þurfa að breyta þjálfara til þess að koma okkur í gegnum þetta tímabil. Já, hann talar í bókinni, búin að spila í Víking, Breiðablik og K.A. sem endiði 3 eftir sætunum á útivelli en eins og talar eitthvað tapmúndi Keflavík þetta var ekki búið að vera gott. Nei, ég meina fyrir áleikur fyrstu 60 mínútur á móti K.R. voru hræðilegar það voru 90 mínútur á móti Keflavík sem voru hræðilegar og þarna voru 45 mínútur á móti Leikni sem voru mjög lélegar með fullri virðingu fyrir Leikni að það voru við vantarlega með 10 dýrara lið en þeir og þetta var bara ekki ganga og þú veist, og það er bara þannig í fótboltaheiminum og þú veist að þegar hlutinni gangi ekki að þá er það oftast þannig að það er þjálfarinn sem fer fyrst og þetta var bara svo ákvörðun sem var tekin og þú veist, ég er bara þar að mér fannst þetta bara og finnst það enda dag að hafa verið rétt ákvörðun hvernig var staðið að henni, hefði þetta mátt bíða til morguns getur alveg verið en þú veist, eins og ég segi, þetta var ákvörðun sem var tekin og fyrir mér er aðalatriðið að ákvörðun var tekin með hagsmuni félagsins að leiðarljósi ekki neitt annað. Klárt. Til bara slúta þessu, hann talar í bókinu og nefnir það svo sem við talum okkur á hans að nefna hann í nöfn, hann segir það er bara einn maður sem tekur ákvörðun í FH og hann tók þessa ákvörðun og þarna alltaf gefur hann ekki í skinn en svona hlustendur gátu sér að þetta væri Jón Rúnar Halldórsson sem er að tala Eru þið allir bara strengjabrúði Jóns Rúnars eða hvernig er það? Jónsi kom ekki nált þessar ákvörðun og það er bara þannig að ákvarðanir varandi meistaralög kalla eru teknar mér og meistaralögsraði kalla í samvinnu við formann deildarinnar og í samráði við formann deildarinnar og það þetta er þannig að í meistaralögsraði kalla er Jón Erling Ragnarsson fyrir já, bara leikmaður FH og Fram atvinnumæður í Noregi og Bjarni Viðarsson bróðir minn sem að og líka ágætis fótboltaferil að baki og þú veist, þannig að þetta er ekki, þú veist þannig er ákvarðanatakan hjá okkur við tökum ákvarðanar ásamt Valda stjórnin síðan látum vita þær ákvarðanir og ef það er einhver major ef það væri eitthvað major ósetti þá sjálfsögðu geti þau vetóa það
En bottom line bara það að ef hann að meina Jónsi þarna, þá það bara einfallega rangt hjá honum. Og Jónsi að sjálfsögðu búinn að vera algjörlega ómetanlegur fyrir Fimleikafélagið Hafnarfjarðar. Hann ennþá mjög mikið upp á Kaplakrika og skiptir okkur gríðarlegu máli en hann hefur ekki áhuga á því, hann vill vera upplýstur sem hann en hann ekkert að taka neinar ákvarðanir í dag sko. Nei, það komur hreint. Það voru konur að atvinnumennskunni. Yes. Spenni verðin. Atvinnumennskan í bóði Apró. Já, það endar alveg atvinnumennska. Já. Gögn og gerfugreind hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að nýta nýjustu tækni á örgan, ábyrgan og virkan hátt. Sko, á stundum erfitt með að auglýsa Apró. Ekki, segja. Nei, vegna þess að þetta auðvitað... Ómikil geði? Nei, þetta bara tæknilegt. Þetta það flókið að, heyrðu bara í þeim, að sem þeir að gera... Þetta ekki flóknar það. Tökum bara gerfugreindar sem dæmi. Já. Bara gerfugreind á þínum forsendum. Þú getur notað GPT. Ekki sína ólega á þetta. Þú getur ekki notað viðkomið fyrirtækja upplýsingar og hent þeim inn á GPT. Þú getur það eins og með gerfugreindar Apró og betra íslensk viðmót, örugg aðgangsstýring og tenging við innra kerfi fyrirtækja. Heldur að þessi ykkur að hlægi ekki að ChatGPT? Jú, þeir nefnilega gera það sko. Ekki það að svo eru líka með Sjöstrand og það væri... Gunnar Steinn og Viktor Bjarki? Já, það eru auðvitað kóngarnir sko, en það sem að færa skína þarna kaffivélin sjálf. Hún ekkert smá forlát og ég tala nú ekki sko, sem einmitt fullkomin leið til þess að sína einhverjum að þið þykir væntamann. Gefa hún krómaða Sjöstrand kaffivél sem einnig aftur, ef eitthvað bilar þá getur bara mætt með hann í búðina og það gert við hana gegn vægu gjaldi. Það sjálfbært og kaffið auðvitað með eindæmum, gott. En Davíð Þór, þú spila með Lillestrøm frá árinu 2002 til 2004, 13 leikir, ferða lán til Lókarinn 2006 til 2007, 2 leikir, spila með Öster 2010 til 2012, 72 leikir og 7 mörk. Og svo með Væle 2012 til 2013 23 leikir. Sko, byrjum á því, þú ert mjög ungur þegar þú fer til Lillestrøm, 18 ára gamall. Akkur ákveður að fara þangað á þessum tímapunkti? Ég fór, það var alveg stór hluti ástæðan að Logi Ólafsson sem var búinn að þjálfa mig árið 2000-2001 fór sem aðstoðarþjálfari til Lillestrøm eftir 2001 tímabilið. Og þannig að það var mjög stór faktor og annar stór faktor var bara að mér var ætlað hlutverk þarna strax, ég ekki að segja ég hef átt að koma inn og vera í byrjunarliðinu en þetta var lið sem að lendi í öðru sæti í deildinni árið áður í Noregi en ég var bara hluti af aðaliðshópnum og vissi það að ég ætti bara miklu möguleika á því að vera allavega í hópnum á leikdögum og ætti að geta fengið eitthvað af mínútum og þannig að það var svona stærsta ástæðan fyrir því að ég tók þessa ákvörðun. Nú ert þú yfirmaður knattspyrnumála hjá FH og við spyrjum þessar spurningar eiginlega alltaf þegar við fáum fótboltamenn í þáttinn. Þú veist, og við spyrjum Albert af þessu og þetta alltaf bara hvernig rétt tíminn til að fara út, það bara persónubundið og annað en var það rétt skref fyrir þig núna eða horfur í baksýnisspegil? Já, ég var alveg meirinn tilbúin í það andlega. Þú veist, ég var bara búinn að fylgjast með Arnari, þú veist, hann fer út af einhverjum 4 árum áður til Belgíu. Ég var alltaf búinn að fara, þú veist, bara út alla Evrópu og reynsleikstaðar. Já, áttu okkur sjálfland okkur? Á liðum? Já. Ég fór 3 sinni til Celtic. Það hefur verið flottuð þar. Já, ég hef verið helviti góður þar, sko. En það varð ekkert úr því. En þannig að andlega var ég alveg klárlega tilbúin og mér fannst það ekki erfitt. En það náttúrulega bara ógeðslega persónubundið. Þú veist, ég átti alveg félaga sem fór út. Ég ætla ekki að nefna neinn nöfn. En það var bara þetta var bara ekkert fyrir þá, allavega ekki á þessum tíma, skiljum mig. Það var bara, þú veist, þeir söknuðu og mikið þess sem var í gangi bara á Íslandi, skiljum mig. Þetta náttúrulega sá aldur þegar menn að byrja að fara út að skemmta sér og eitthvað svona, þú veist, þannig að en fyrir mér var þetta ekkert
vandamál sko. Nei. En svo náttúrulega bara, þú veist, valdi ég rétt félag, valdi ég, þú veist, Lillestrøm mjög flott klúbbur, skilur mig, en valdi ég réttan þjálfara, valdi ég lið sem að spilaði eins og ég hefði, eða þú veist, sem hefði spilaði fótbolta sem hentaði mér, þú veist, það kannski svona aðri hluti sem maður svona eftir á, maður spurði sig En kannski erfitt 18 ára að vera einmitt að velta þessum steinum fyrir sér. Já, þú veist, ég meina, ég fór bara, svo var þetta bara, ég fór í fyrsta viðtali mitt bara að ég var nýkomin og bara eitthvað, hvernig líður mér að komin en það, þú veist, þá liggur við að svara mitt að ég verið bara frá byrjun bara, þetta er bara flott, fyrsta skref og svo bara, þú veist, að ég var að fara inn í Bundesliga eftir 1 ár, sko. Já. Þú veist, og það er líka annað sem maður vill segja bara, herri, þú veist, njóttu þess bara að vera á þeim stað sem þú ert, skilur mig. Ég meina, ég fekk ekki einu svona aftur tækifæri til að vera í liði í efstu deild í Skandinavíu, skilur mig. Sem átti bara að vera eitthvað major, bara algjör svona minor fyrsta skref áður en að bara, ég væri bara, þú veist, komin eitthvað miklu stærra. Ég má til að vitna í góðvinn þáttarins Arnór Sig, hann talaði þetta sko að, þú veist, einmitt hann fætti Venezia í Serie A, hann segir hann bara, það alltaf leið, byrja bara í Venezia, svo er ég komin í Juve svona korter og þegar farið í Blackburn, ég verið komin í Prem eftir korter, þú veist, bara fótboltamenn sem er að hlusta, þú veist, bara njóti þess að sem þið kannski eru bara. Byrjað á því. Já, það er eitthvað sem að ég, maður hefði alveg mátt temja sér og þetta, þú veist, það er bara eðlilegt að vera með metna og vera ná lengra og eitthvað svona, það er ótrúlega gott líka að geta tamið sér að vera bara þessi núinu, sko, þú veist, og ert bara eins og ég var í norsku úrvarsdeildinni með gjössalega geðsjúka stuðningsmenn og þú veist, bara 10-15 manns á vellinum og þú veist, þetta, þú veist, maður einhvern veginn, þegar ég horfði tilbaka, var ég bara ekki, herri, ég naut þess aldrei að því að þetta var aldrei nógu gott fyrir mig, skiljum. Þannig að það er klárlega eitthvað sem að ég held að menn eiga að reyna að temja sér. Þannig að sem yfirmaður knattspyrnumála að þú ert með annar flokkinn sem fekk solid 15 mínútur og þú vilt hafa þær 500. Persónubundið, ef þú fær tilboð frá liðið úti, hvort það er rétt að fara úti eða ekki? Hvernig persónan er? Já, meinar fyrir leikmennina mína? Já, þú veist, ég myndi, það er mjög mismunandi, þú veist, og auðvitað inn í end skilur mig, þetta eru leikmenn sem eru á samningi á mér og tilboðið þannig að ég samþykja að þá inn í end er alltaf undir þeim komið en það er rosalega mismunandi hvort að mér finnist leikmennir vera tilbúnir eða ekki ef ég horfi bara á þessu ungu leikmenn sem ég er með í dag, þú veist, og þá er þetta meira, ég held að auðvitað er alltaf, þú getur aldrei, þú veist, það getur alltaf kannski satt með þessu ungu leikmenn, þeir eru kannski ekki tilbúinir fótboltalega síðan. En þú þarft að velta þess fyrir kannski meira, eru þið tilbúinir andlega síðan, skilur höndlaðir þetta. Og það er mjög mismunandi bara eftir típum, sko. Klart. Nokkrar snöggar hvar leiði best á atvinnumannaferlinu? Í Öster, sem er í bæ sem heitir Växjö. Þar fannst okkur mjög gott að búa, elsti strákurinn okkar fættist þar svona sé smá eftir að hafa farið þaðan. Þú ferð þaðan í? Ég fer þaðan í Væli. Já. Bara þegar við vorum komnir upp í Æsudelt þegar ég fór, sko. Og ég var eitthvað pirraður að því að ég buði mér nýjan samning og buði mér ekki nógu mikla hækkun og það var alltaf svona. Á móðgandi tilboð fannst þér á þeim tíma? Þið blöskraði? Já, þú veist, það er alveg verið að semja um það, skilur ég. Ég bara geta beðið eftir að samningur myndi renna út og þú veist, við fórum upp og þeir eru örugglega boðið mér betri samning, skilur mig. En maður er greinilega, maður fljótur upp. Skil ekki af hverju. Nei, ég skil ekki af hverju. Hvar leiðir verst? Á atvinnumannaferlinum. Ekki verið í Krikanum? Nei, það væri mjög skrítið. Það væri í Krikanum, mér leiði vel. Alltaf mikið. Nei, allir mér hafi ekki liðið vest í Lillestrøm þegar að ég áttaði mig á því árið 2005, að ég var á láni á FH 2004, fór aftur út 2005. Áttaði mig á því að þeir glemdu að skrá mig tilbaka. Þess að því að þegar þú ert lánaður innan Noregs, alveg svo lánaður innan Íslands, þá fyrir automatist tilbaka í kerfinu, bara hjá knattspyrnusambandinu. En það gerist náttúrulega ekki ef þetta er svona alþjóðlegu lánssamningur. Búið að loka glugganum í Noregi og ég er bara ennþá skráður í FH. Þá svona var ég bara svona, er eitthvað bara drullu saman með það. Og þá fór ég heim aftur á láni fyrir hluta tímabilsins 2005
og svo fór ég aftur út en það var basically bara til að segja Uwe Rössler var þjálfari þá Já, sæll. Og það var bara basically til að segja henni bara, herri, ég farin í hann og bara, þú veist, aldrei talaði með aftur, sko. Og en já, það var svona kannski, þú veist, það moment sem sá kapli sem manni leið kannski vest, annars leið mér oftast bara ágætlega það sem ég var, sko. Fínt að fá að vera hluta þessu 2005-liði líka, hefur. Já, maður getur ekkert grátið við því allan. Besta tímabilið erlendis? Það hefur verið 2012 tímabili, þannig að þau fórum upp með Öster. Já. Af því það var skoraði dálítið og við bara unnum fyrstu 14 eða 15 leikina og svona, þannig að það var besta tímabili mitt erlendis, já. Það dálítið þannig að þeir vinna dálítið oft þegar hann að spila. Já, það eitthvað fylgni þarna. Besti samningur á ferlinum? Það var samningurinn í Danmörku. Já, það voru stóru sælanir. Það voru alveg bara, ég er ennþá að telja á. Það er ennþá að telja núlið á þessu samningu. Stuttulegur hérna, bræðraslagurinn, Arnar Þór Viðarsson og Bjarni Þór Viðarsson. Finnst ykkur leiðilegt að hafa, þú veist, Jókalla, Bjarni Guðjóns og Þór Guðjóns? Eða skilur að því annars væri þið bestu bræðinir? Finnst þið þeir betri en við það? Nei. Ég ætla bara að challenge það. Nei, þetta er náttúrulega alveg tríó af þessi bræður, sko. Ég tekki Dodda reyndar ekkert eitthvað brjálæðslega mikið, aðeins. En ég tekki Bjarna og Jóa bara nokkuð vel. Ég er að kynnast Jóa ennþá betur. Já. Og nei, ég væri mjög svektur ef að þessi gaurar væri ekki til, af því að þetta eru svo skemmtilega týpur, sko. Það er enda rétt. Fyrirgeðu. Þú veist með eitthvað bræðra slagan. Já, rétt að byrja. Sko, ég ætla að reyna að koma... Endur Gunn Láksson bræðina? Það er bara... Já, Björn Bergmann líka. Já, get ekki... Nei, Garðar. Það er besti vinur minn, sko. Okkur ég að tala Björn Bergmann. Já, það er fjórði bróðir hinn. Já, sorry. Garðar Gunnlaugs. Sorry, ég elska þig. Sko, Arnar Þór Viðarsson, Davíð Þór Viðarsson og Bjarni Þór Viðarsson. Býttu, hvernig er röðunin á þessu? Já, þetta er svona. Davíð Bjarni. Klókum maður. Þetta var gískrendar. Arnar enda lukkar elstur. Nei, hann er glæsilegur. Og takk fyrir bóðið Arnar til Gent. Það var geðveikt. Hver var hard work og hver var talent í hópnum? Arnar var hard work. Talent var, ef við getum orðað þannig að Bjarni hefði getað náð lengst. Meðsli. En mér fannst ég samt vera miklu betri í fótbolta en Bjarni. Já. Ok, ég var ekki miklu betri en hann í fótbolta, en þú veist, Bjarni var með bæði mjög góður í fótbolta og með mjög mikla líkamlega eiginleika. Já, sko talandi um áðan og tala það varst í Leylaström að þú beðist bara eftir búndisleikumúinni, sko þegar Bjarni fer til Everton, þú veist, þannig ég byrja að fylgjast með fótbolta, þannig var maður bara, þetta er a prodigy, þetta er bara the new thing, þú veist, það leit bara þannig út þarna, en það ekki? Jú, hann var bara mjög efnilegur og þú veist, og það gekk þarna út í Everton, gekk bara fínt, þetta viðbreiði, skilur, hann, þú veist, ég fór út, ég var 17 að vera 18, þú veist, hann var bara 9 ára 16 þegar hann fór út, býr einhvern veginn í bara hjá einhverju fjölskyldu með einhverjum 4 öðrum gaurum sem voru samt allir frá Bretlandi og þú veist, þetta var bara, þú veist, bara eins og þetta er að fara út svona ungur. En já, þú veist, þetta gekk bara fínt hjá honum, þú veist, og hann var náttúrulega farin að æfa bara mjög mikið með aðaliðinu, hann kom inn á hann í einum Evrópuleik og svona, en svo náði hann einhvern veginn ekki alveg í gegn og ákvað að fara til 20 og þá sleit hann crossband fyrir ekki að snemma þar. Já. Og svo bara, þú veist, næra sér vel á strik í Belgíu, seldur inn á Belgíu til Mechelen og þá bara, þú veist, fær hann bara einhvern, þú veist, gaur sem þjálfara sem að, þú veist, hann æfiði bara alltaf 2 á dag í 1,5 tíma hver æfing, sko. Já. Þú veist, og bara hnið og Bjarni höndlaði bara ekkert, sem hendaði bara með einhverju brjálæri aðgerð sem hann hefur einhvern veginn alltaf verið að bara díla eins við, sko. Og því miður fór sem fór í honum, sko. Já. Það komið að það fyrir að sé á seinni endan hjá okkur þarna. Það eru spurningarnar eftir og ég ætla að velja nokkra vel góðar. En það er lagi. Það er góðu lagi. Það er lagi þing vegna. Mér langar að spyrja þig, síðasta viðtal okkar var við Albert Guðmunds þar sem að hann svona fór kannski smá
Já, hann baði nú bara bróðunum að hvíla í friði, rest in peace, endaðan þá setningu á, finnst þér erfitt að heyra heyra besta knattspyrnumann Íslands tala svona bróðin? Já, manni finnst alltaf erfitt að þeirra hefur verið að tala illa fólk sem manni þykir vænt og það, þetta svo sannarlega þannig að það ekki verið að tala vel bróður minn en ég segi nú bara eins og Elizabeth Englandsdrottning sagði einu sinni recollection varies. Já. Það að segja að það eru hægt að sjá hlutina á mismunandi hátt og fólk minnist hlutina líka á mismunandi hátt. Já. Það bara þannig. Já. Ég finnst geðvitt að menn sé að hendi í sig kvót og sé bara skrúa mækina. Elsku kvót. Rest in peace. Recollection varies. Við erum búin að vera svo lengi að landsliðsferillinn var 9 leikir. Ég væri til að fara ykkur einustu mínútu þarna en ég ætla að spyrja þig, þú reyndar eftir með frá 2007 til 2017 sem ansi áhugavert tímabil. Óli Jó fljótur að kalla einn landslið, þinn maður líka. Ég ætla bara að vera með eina einfalda. Af hverju við höfum spurt marga þessu geðveitt liðana, marga góða leikmenn, marga í prem, marga bara í toppdeldi, mörgulega betra leiður með í dag að mörguleiti, allavega þegar gullgeislunum var. Af hverju gat landsleikin eitt á þessum mál? Ég held að það hafi bara verið samansafn af samblanda af mörgum hlutum. Það var umgjörðin var ekki nógu góð í kringum þetta, ekki nógu professional leikmönnum, þessum bestu leikmönnum voru ekki mjög spenntir fyrir að koma í þessi verkefni á þessum tíma. Þarna varstu bara með leikmenn sem voru að spila eins og ég var að segja bara í ensku úrvalsdeildinni og vanir bara ákveðnu standard og sumir á mjög háleðri í ensku úrvalsdeildinni, þannig að þetta, ég held að það að við spila mjög stóra rullu við bara Fannst þú þessi leikmaður að við erum ekki að vera nefna neina en svona að menn voru frekar að gera þetta skildu frekar en passioni? Nei, mér fannst það ekkert skilur að því að þú náttúrulega svo sem engin skildu til að mæti í þessu verkefni. Nei. Þannig að en mér fannst þetta kannski meira að vera þannig bara að þetta var það meira bara eitthvað ef þetta var skildu þá bara eitthvað skildu bara út af bara batsinu skilur já. En ég svo sem ég var ekkert ég kem inn í þetta að spila fyrsta landsleiki minn 2007, ég eitthvað inn í þessu 2008 í byrjunin á undankeppninni þegar fyrstu heilu undankeppninni í Óla og þannig að það var reyndar alltaf gott, við vorum spilað í Noregi í fyrsta leiknum og ég kemd aldrei valin í hópin þá kemd aldrei fljúandi einbúið að ganga mjög vel í Íslandi og bara gengur geðveitt vel á æfingunum og ekkert bara gengur geðveitt vel og svo kemur Óli Timminn eitthvað 20 fyrir leik og segir bara þetta þú eru tilbúin að byrja ég spáði að láta það byrja ég ætla bara ílít peppaður aldrei byrjað landsleik Líka alvöru leikur? Já, bara alvöru leikur og aldrei verið nált í að spila alvöru leik fyrir landsliðið í undankeppni eða neinu slíku. Svo bara komið að tilkynna liðið og hópinn á leikdag. Nei, ég upp stúku. En tilbúin að byrja? Ég var tilbúin. Þú var tilbúin að byrja? Alveg 90 mínútur, Þannig að, nei, en já, ég held að bara, þú veist, þetta ég held þessi bara samblanda af mörgum hlutum, þetta var bara ekki nú professional og þetta var bara þjálfunin meða við það sem var í gangi annars staðar í heiminum kannski ekki á sama leveli og bara, allt í kringum þetta var bara ekki nógu gott, Nei. Ára amateur ári gangi að það? Já, bara með eitthvað, ég man bara þetta, það voru bara eitthvað stjórnarmenn sem voru bara, við vorum bara meira æfingu og það var bara eitthvað hlaupabraut í kringu völlinn og það voru bara eitthvað stjórnarmenn að skokka bara byrra ofan, skilur við þar, maður bara,
þú veist, farið að gera þetta ekstra annars það, sko. Já, þau voru alltaf ekki í kvöldum þá. Nei, það var framför kannski. Já. Ég hef verið í kvöldum. Ég hef ekki verið í skoffin. Já, ég veit það. En sko, bara rétt svo bankar upp á hjóla eftir þetta? Nei, þú veist, það var alltaf ekki þetta, þú veist, bara, eins og ég sagði, þú veist, ég að pæli að starta þér, það bara, þú veist, hann var kannski að pæli því, það var ekkert vitið því. Nei, ég var bara gaman af þessu, sko, og þannig að þetta var ekkert sem að koma eitthvað brjálæðslega mikið við mér að því ákveður á þessu mómenti þá var ég ekkert á þeim stað að vera að gera mig vonir að vera að fá eitthvað mikið að mínundum hann, sko. Og þetta getur maður að fljúa föllun út eða eitthvað? Nei, ég lét það eiga sig. Það var líka... Tökum þetta saman í stúkunni ástu mín. Hver upp á Subway-báturinn þinn? Upp á Subway-báturinn minn? Það er bara bræðingur. Já, klassískur. Já. Lætur þú hitan eða lætur þú ristan? Ég læt ristan. En það er ekki langt síðan, það er kannski nokkur ár sem að ég lét ristan og ég lét alveg taka ég lét hitan og ég lét taka gamla skurðin alveg þannig til að það var ekki hægt lengur, sko. Munið ekki þetta gamla skurðinum á bátunum? Nei, býtur þú við? Því nú er þetta bara skorið bara í tvenn. Já. Það var alltaf þannig í gamla daga, ég held að það nú, þú veist, til dæmis í Happy Gilmore sem að Subway kemur mikið fyrir, þá var skurðurinn allt öðru sig, það var skorið eiginlega svona vaff í bátinn. Hæ? Þið þurfum að tjekka þessu. Já, býtu, þetta er rosa. Við þurfum að fá þetta aftur. Ákall. Þetta er mjög skemmtilegt. Við erum líka með Blush. Já. Margt skemmtilegt við Blush. Uppáhalds? Nei, ég er ekki. Dagatalið. Já, dagatalið. Dagatalið bara. Til þess að vafra eins á vefnum þar, það er margt skemmtilegt meðal annars bloggið. Mikið af skemmtilegum pælingum þar, 10 ráð fyrir næsta romantíska ferðalag. Skrú upp hitan og ýmislegt sem ég kannski fer ekki með hér því að þetta er ju badvætt þáttur en við erum líka með lengjunni svakalegir leikir á selnum og svakalegur pottur í bóði fyrir að tippa rétt. Davíð Þór, hvaða lið vinnur lengjudeildina í ár? Lengjudeildina? Ég held að minn maður Sigurður Nólasson sigli þessu heim í næsta haust. Já, vistu vel að það. Það er bara þannig. Þá tökum við nokkra stuttar áður en við förum í draumaliði, bestu 11. Besti leikmaður sem þú spilaði með? Besti leikmaður sem ég spilaði með? Allir Guðra. Erfiðasti leikmaður sem þú spilaði með? Erfiðasti? Já. Jesus Christ. Það var segjum það var suður-afrískur landsliðsmaður sem ég spilaði með í Lillestrøm, Emil Barón. Er þetta ekki kunnulegt nafn eða? Hann var landsliðsmaður í Suður-Afríku og er búin að vera í allskins ströggli eftir ferilinn sinn og var í allskins ströggli þegar hann var að spila á þú veist, hann var erfiður út af því að hann var erfið típa, þetta var frábær náungi, skilur mig, en þú veist, þetta var gaur sem að, þú veist, hann mætti á seint einu sinni viku og, þú veist, lendi bara í öllu og sem hægt er að lendi í, sko. Skemmtilegt. Sætasti titillinn? 2000 mér finnst það eiginlega 2008 titillinn sætastur, þetta var 2004 titillinn kannski stærstur að því að fyrsti titillinn okkar en þá eins og við töluðum á hana var ég kannski bara kom ég hálftíma bil og spilaði ekkit brjálæðislega mikið en 2008 titillinn er sætastur finnst mér í ljósið þess hvernig við unnum hann að hafa verið 8 stigum en það eftir Keflavík þegar voru 3 árin fyrir eftir. Já. Titill. Við skulum bara færa okkur í rittaraspurningarnar í bland við kalda stríði. Við erum auðvitað með frumera, allir í skoðun þanga. Það var að kaupa bíl, það var afstandsskoðun. Og það ert að fara að selja hann. Við séum nefnilega þannig að ef þú kaupir bíl á bílasölu eða hvernig það er, að þú getur ekki rukkað gaurinn eftir á þú ert búin að kaupa það. Sko. Þú getur ekki sagt eitthvað, þú varst ekki að segja með bremsuna voru bilaðar. Það er á þína ábyrgð að láta afstandsskoðun. Það er bara þannig. Bara smá fróðleiksmáli. Já, takk fyrir þetta. Svo erum við David Jones. Davíð, hefur makka dölunar frá nafnaðinum? Já, heldur betur. Já, ávæðanbeðandi. Ég er mikið Fizzy Bottles. Já. Það er ríkilega gott. Það súra.
Það gott, þetta rosalegt sko. Ég er G&T Breiðkall. Ertu lakrískall? Já, ég er lakrískall. Líka? Já, ég líka. Elskar góða lakrís. En þetta er ekki holdt samt í alvörinni. Þetta náttúrulega... Mjög holdt. Þetta er holdt. Sko... Það er eftir að trúa þig. Já, þetta náttúrulega... þetta náttúrulega náttúrulegt. Það er engin spurning. Þetta bara daðla, sko. Þannig að... Þetta bara meinholt. Þetta meinholt. Það sem við verðum að tala með, þetta meinholt. Og svo erum við Kemi, vöruvíkunar. Það hann hemmi vinnur okkar. Og það ef við ekki að segja það sé bara í þetta sinn... Harma Guðmundsson. Up your gas bæti efni. Já. Hvað þarf að gera við það? Þú sem sagt, þetta fyrir bara flesta bensínvélar, bæði eldri og nýri. Já, ok. Blýlaust bensín. Þannig að við erum konur í riddarspurningarnar. Stefán Martin driður á vaðið og spyr hversu nálægt varstu að fara í færeyska landsliði? Herru, ekki spurning. Ég held að þetta að vera árið 2016 eitthvað. Var Gunni Nílsen hérna, ég held að Kai Leo hafi líka verið hérna og einhvern veginn barst þetta tals að ég er einn áttandi færeyingur. Einmitt. Og var aldrei búinn að spila mótsleik fyrir Ísland og held bara, ég áttur hendur eftir að spila síðan eitt landsleik fyrir Ísland árið 2017 en bara minn tími með, og ég var ekki að líta á íslenska landsleik og þeirri vekkferð sem það var á þá sem að einhvern raunverulegan möguleika fyrir mig sem það var held ég bara nokkuð blákalt hjá mér. Orður og guðkynslanu og segir, já, Færeyjar, mögulega. Þannig að ég hitti landsleikslælurinn í Færeyjum þegar hann var hérna og færeyska sambandi skoða þetta. En svo var það bara of mikið, ef að Færeyjar hefði verið hérna bara algjörlega sjálfstætt ríki þá hefði þetta kannski verið möguleiki en þetta var ekki hægt. Nei. Þannig að þú veist það var skoðað en þetta var aldrei þannig að ég væri bara eitthvað að bíða til passanum sko. En hefði þetta ekki verið smá grillað? Að spila fyrir færeyska landsliði? Já, þú veist, jú, ég var kannski verið grillaður, ég hef samt bara hatt gaman aðeins, sko, þetta var ekki eitthvað, þú veist, þeir eru ekki að velja mig inn á Íslandi, sko. Nei. Ég hugsaði bara, þú veist, þetta getur bara verið skemmtileg leið til að kannski bara, hérna... Lars, ertu ekki að horfa? Nei, skemmtileg leið til að bara, þú veist, svona, hvað segir maður, að gera ferilinn ennþá kannski svona lítrigari og skemmtilegri, sko, og svona, og þá vantaði ég djúpa miðmann. Það? Já. Ef og hefði. Já. Jan Martin spyr erfiðasti mótherji á ferlinum? Ég myndi segja erfiðasti mótherji. Mér fannst Bjarni Guðjónsson ríkalega góður fótboltamaður. Þetta voru við kannski ekkit brjálæslega, þetta var oftast þannig að ég var aftalega með henni og hann var aftalega með henni, en það var kannski ekkit mikið við að mæta hvor öðrum en mér finnst fannst mjög erfitt að mæta KR-liðinu þegar hann var innan borðs í toppstandi. Wow. Er Böddi Löpp erfiðasti samherjinn í FH, spyr Gulli Val? Böðvarsson er bara einhver erfiðasti persónuleiki sem að til er. Já, þótt við að vera leitað en FH, jáfnvel. Já, þetta er eiginlega meira þannig. Erfiðasta bara manneskja sem hún hitt. Já, svona almenn. Ótrúlega góður, ótrúlega gott í honum, en alveg bara, það er bara, það eru vandamál allan daginn út á einn. Gulli valið með aðra hérna. Hver er erfiðastur assist í klefa FH í dag? Það er líklega Títnendur. Jú, það er náttúrulega Böddi, en ég, þú veist, reyndar að gefa þessum drengjum það að þetta er fáránlega góður klefi bæði til að stíga inn í og bara vera í samskiptu við. Ég, þú veist, held að svo sem var að stjórna hlutunum þegar ég var að spila, ég held að hann hafi ekki verið heppinn og ég. Nei. Hörður Snæfa spyr, hvað finnst þér Róbert Vestmann? Hvað finnst mér Róbert Vestmann? Já. Hann har náttúrulega verið í þessu sæti sem þú út í. Já, þetta var eins og ég sagði á andið fengur bara þetta var alveg skiptið hjá okkur. Já. Mér finnst hann bara vera góður viðskiptamaður. Já. Og hlakka til að smakka Vestmann, hvað er þetta? Vestmann One? Vestmann One vinni? Já. Hvetjum allir til að kaupa þau? Já, gerum það. Alvotek. Í hvaða sæti endar FH tímabilið 2026?
FH endar til að byrja með top 6 og svo verðum við ofarinn 7. seti eftir 27 fyrir. Já. Þetta gott svar, ég ánægði með þetta. Ég ætla að skjóta inn í, bara þegar, sko, upplun hefur svo að margir held að, sko, Róbert Westman, við hefum bara fínu sambandi við hann. Það er bara, við elskum gæðan. Já, kunnum við voða vel við hann. Það var ekki við að byggja sem fréttir, sko. Nei, eða þá að deila þessari sögu eins og spurt hvort að við hefum deilt þessu. Nei, þetta er bara opinbera upplýsingar. Það var bara eitthvað sem að við fengum aðsend eins og aðrir. Í hvað sæti endar FH tímabil 2026 ef að taka hann aftur eða taka næstu? Má ég svara hann aftur? Erum við verið við fyrst þess? Þetta var góð spurning hjá hann líka. Já, þessi var frá mér þetta skilji. Ertu of tölfræði drifin? Er ég? Já. Ertu of mikið í tölvunni? Ég er mjög mikið í tölvunni, en nei, mér finnst ég ekki að vera of tölfræði drifin. Hvað er þetta að vera þessi skjátíma á dag? iPhone. Það er örgulega of mikið, en það er sérstaklega þegar maður er að segja börnunum sínum að vera minni í símanum að það er maður örgulega miklu verri en þau, sko. Sko, ég ætla bara að því að þetta er náttúrulega bara grínspurning frá nafnlausu rittara sem er skemmtilegur, en heldur að við séum að sofa á gamla skólanum? Heldur að við verðum ekki alltaf að eitthvað dass af gamla skólanum með það? Jú, ég meina, þú veist, ég bara klárlega og þú veist, þetta er bara eins og með allt annað það þarf að tækninni þurfa að fylgja sér aðrir hlutir þú veist, þetta er bara eins og ég talaði áðan, tækninni þurfa að fylgja það fylgir, þú veist, því bara ef við ætlum að ná okkar markmiðum að þá þarf að fylgja bara ótrúlega mikil vinna til að koma okkur aftur á toppin og ég meina, fyrir mér er gamli skólinn bara það að vera duglegur og vera tilbúin að leggja á sig og vera tilbúin að þú veist, hvort sem er að hjálpa liðsfélögum eða samstarfsmönnum og allt þetta, skilur mig, þannig að þú veist, gamli skólinn er ekkert eitthvað dauður, en þetta er bara eins og ég er búin að segja á þér, tölfræði og gögn eru komin til að vera og svo þarf maður að finna réttur leiðina til að nýta það í samblandi við bara mannleg samskipti og annað slíkt, sko. Næsta spurning kvöldsins, leikmaður, þjálfari eða yfirmaður knattspyrnumála, hvað er skemmtilegast? Leikmaður. Ég hef kannski ekki sagt þetta þegar ég var ennþá að spila, en eftir að hafa prófað þetta alltaf, þá held ég að þessi næsar leikmaður, bara, þú veist, mætir á æfingu. Jú, ég var að hugsa vel um þig og allt það, skilur mig, en þú veist, svo er þetta bara að fara heim, sko. Já, það er ekki að pæla þessu. Smá, þú veist, á aðeins öðru sátt, en þetta er svona stundum eins og maður myndi óskaða sem maður væri í vinnu þar sem maður myndi aldrei taka hana með sér heim. Þú veist, eins og að vera bara, ég veit ekki. Tekur ekkert málaravinnuna með þér heim til þeim, sko. Nei. Furðar þau á því að Guðmann hefði fengið viðnefni Tuðmann Þórisson? Nei, það er engin sjokker að það hefur komið en Guðmann er eins og Böddi svona mjög krefjandi persónuleikar en fáránlega góður gaur og alltaf ég bjóst ekki við því árið 2007 þegar hann var í Blikaliðinu og var eins og hann var að hann myndi koma í F-liðið nokkrum árum seinna og verða bara að einum allra besta hafsend á landinu, sko. Já. Ég ætla að enda þetta á óvæntunótum. Ég ætla að enda lokaspurninguna á ekki 5-a-side, heldur 7-a-side. Lið, bestu leikmenn sem Davíð hefur spilað með, það er 1 markmaður, það er 1 hafsend, það eru 2 bakverðir og 2 kantar og 1 strækir. Eða miðjumaður, hann ræði hvernig stillir þessu upp. 7 manna lið. 7-a-side. Já. Ok. Þá ætla ég að taka aftur þegar kemur að markmannum, þá ætla ég að taka markmannin sem ég var að segja að vera erfiðasti gaurinn sem ég spila með, Emil Barón og bara því hann var geggjaður markmaður. Hvað var margir varnarmenn? Þú ræður. Þú ert með 7. Ég er með 7. Já. Ég tek máminn, Pétur Viðarsson, setja hann í vörðina. Ég tek Tommy og setja hann líka í vörðina. Ég er með inn á
miðjunni, ég með Lenny út í vinstra megin, ég með Atli Veðar upp á topp, nei, ég ætla að setja Lenny út í hægra megin og Atli Guðna út í vinstra megin. Hvað komið? 5, 6, vantan bara einn í uppátt? Já, það ekki. Jú, ég kom með Tommy og ég með Tommy og Pétur. Já, Emil Barón 3, ég með Atla og Lenny og Atla Viðar. Það komið 6, það vantar með einn í uppátt. Miðjumaður eða? Ég er að fara að gera eitthvað, já, miðjumaður. Tökum og setjum á miðjuna. Þetta er líka óvænt. Ok. Dennis Siem. Já. Þetta er 7-a-side. Ógeðslega góður í fótbolta. Já. Ég var í sjálf að þig, sko. Nei, ég vil ekki sjálf. Nei. Það er bara að skilja. Davíð Þór Viðarsson, nefn að segja hvað fyrir þiðlegur. Nei, bara hvað þetta var skemmtilegt. Þetta var geðveikt. Fórum yfir þetta allt saman, fórum yfir allt svið, fórum yfir ferilinn, fórum yfir þessa skandala sem hann er búin að gangi í gegnum. Davíð Þór Viðarsson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Takk.